Fertugasti þáttur. Já, Það aldeilis. það aldeilis. Þetta er hérna tímamót í okkar sögu. Gaman að vera að fara, eins og við segjum, bara ég fæ ekki náðu. Við bara byrjum í bílskúrnum að tefla 2 minútar. Nú bara Gummi Tóta, landsmaður, tónlistarmaður. Já, Þetta er bara, við gætum að sjálfsög ekki gert það án. okkar styrktaraðilar. Já, því ekki bakhjarlar. Já, Aha, höllin, Já, búin að koma vel fram við okkur frá upphæði. algjörlega. Þeir að sjálfsög með vistvælan ferðamáta fyrir matiðinn. Já, og ekki bara matinn, þetta er líka með tilboð. Ég sá það voru með einhver gefins tilboð bara á einhverjum hótelgistingum og fleira. Þannig að bara fyrir sérstaklega þá bónda til hangjum bóndadaginn. Þannig að fyrir bónda sem að vilja gera vel við konunum sína þá mælum við að skoða sér tilboð sem eru þarna líka. Því að það er hægt að gera vel við maka sinn fyrir lítinn penning. Já, eða þið viljið bjóða þeim vel út að borða sem fáið góða þjónustu og enn fyrir mér frábæra mat. Rétt. Þá erum við bæðið með messan. Finnum ekki betri ferskari fisk og sjálfsög erum við með Tom á krúsinni. Svo erum við með Barjón, Mosó og hamburgarum það er mitt uppáhalds. Líka mikið vængjakall. Já, svo eru þið með hann mömmumat í hádeginu sko, sem er einhver undir 2000 kalli, þetta er bara eitthvað djók. Þetta er bara sælgæti sko. Já, bara mæli með. Já. Svo er það sjálfsög með kemi og ég vil bara minna á alla það að það er kuldinn núna. Það er þessi harði vetur, þessi stormur sem er að geisa yfir landið þessa dagana. Sem drepur aðgeimana. Rétt, þannig að það er eins gott að hafa þessi hluti bara lægi og endilega kíkja á kemi, þeir eru með... Líka það er of seint að, líka bara eitt sko, þú veist, það er of seint að bregðast við þegar hann deyr aðgeiminu sko. Rétt. Þú ert að endurnýja fyrir það sko. Já, það getur bara skemmt út fyrir sér sko. Svo er það sjálfsög með lúb. Já, þetta er þetta gott maður. Ég með þetta verið núna og... Rösti en tækni, þetta leikur ekki. Minni púkar Minni púkar, Minni púkar samanbræð. Payday. Já. Þetta er bara einfaldar allt utanum allt fyrir einstaklinga. Við tekjum það vel, þetta er bara... Já, þetta er algjörnegla fyrir alla, ekki spurning. Svo er eitt, svo er sjálfsög með Dominos. Við verðum með okkur frá upphafi, því líki toppmenn, það er nú vart að kynna þá til leiks. Nei, það er einhvern veginn bara svona eins og Stíð Daskar á sögundaginn, sko, það er bara nóg að segja Dominos. Það er bara að vita allir hvað að færa með Dominos, bara geggjað, sko. Svo er það, Kölski að dressa okkur fyrir útskriftina. Já, henni var senkað. Já, henni var senkað til 5. feb, en jakkafutin verða klár fyrir, sko, ekki spurning. Og bara Tommy Sjöberg að græja mannana, mann líður eins og maður sé bara... Já, þú veist, ég mætti þarna til hans, Thomas Sjöberg, kóngurinn í Kölska, og þarna, þú veist, það er bara ekki nefn þannig, sko, þegar þú mætir þarna til hans í mátun, því líður eins og sért $1 billion, sko. Já, algjörlega, en svo það leigubílstjórarnir í Hreyfli. Já, þeir voru sérstaklega ánægð með gestkvöldsins, veit ég, sko. Já, heldur betur, þeir eru miklir aðdáendur. Já, og náttúrulega lagið sem að gestur kvöldsins samdi var náttúrulega tilengað Hreyfli. Já, ég hef heyrt að, ég bara býð eftir að ég fái flautið og viljaði bara í auglýsingarnar, sko. Já, en svo er það samt alltaf þannig, það er alveg sama hvernig ég tek Hreyfil og ég tek Hreyfil. Það er ekki hægt að segja alltaf oft, ég er ekki hægt að taka nú oft, sko, en ég tek hann helviti oft. Og það er alltaf samalega í gangi og það er leigubílstjóri með Dóta, sko. Það er bara þannig, sko. Ekki spurning. En þá er ekki eftir neina að bíða. Nei. Og ég held við ættum bara að kynna inn fótboltamannin, tónlistamannin og töffarann Gumma Tóta. Banger introlag. Ég er miður. Já, til það er miður, velkomin. Geggja lag. Takk fyrir að koma, Gummi. Takk fyrir að fá mig. Já, það ertu. Hérna er ég. Þú varst nú eitthvað að monta þig að því hérna og nú komst að þú væri 3. besti skákmaður í landsliðinu. Já, ég, sko... Eiginlega fyrsta sem þú sagðir og labbaðir Þú ert að fara illa með maður Gumma núna. Þið voru eitthvað að spurja hvernig ég væri í skák. Ég sagðist þér á mjög lélegur en samt 3. besti í landsliðinu eins og staðan er núna. Já. En hérna, ég held ég verið að gefa Viðari að hann er bestur, sko. Já. Og Albert er
er betri en ég held ég verið að játa það og við erum nú eiginlega bara 3 svo sem spilum sko, þannig að ég er eiginlega lélegastur svona, við getum líka orðað það þannig sko. Viðar þakkaði þetta trösti með nokkrum skemmtilegum spurningum á eftir sko. Já, djúvel get ekki betra að lesa það maður. En Leifur, verðum að byrja á þátt og að bara eiginlega þakka Ragga sig fyrir his service. Já, ekki spurning, fylgjum ferill og Þetta er bara, er þetta ekki bara besti, ég ætla bara að segja allavega hér, þú veist, við reynda að fengu Kára líka og sorry Kári, en þetta er besti varnarmaður sögu Íslands. Já, ég ætla ekki að tekja það. Þeir eru ólíkir sko, Já. vega hvern annan uppsaldið finnst mér sko. Raggi er jafngamall Ingo bróðir og þeir eru saman í úlingalandsliðinu og maður sá strax að Raggi var bara með þvílík gæði, hann er svona náttúrulega geggjaði varnarmaður svo fílaði hvað hann líka góður á boltan sko. Hann var miðmaður upp yngreflokkana ekki? Jú, hann bara ógeðslega góður alltaf í fylki, bara kóngurinn sko. Og þvílíkur ferill, Jesús minn sko. Já. Og kann á gítar og kann að syngja, það gleymist oft sko. Já, við gleymum því aldrei. Við gleymum því ekki sko. Nei, við Leifur fengum alvöru sjó eftir eitt þátt annað daginn sko. Það var rosalegt. Gummi, einhver tenging við skák samt? Eitthvað Selfossi þetta í gamla dag? Já, án gríns bara mína minningar af skák eru bara Viðar í 10. bekk og ég í 8. bekk komin upp á eldstastíð og hann eitthvað skóla fólk til hann við skákbórið í fríminútum sko. Hvernig getur aðal hnakkin verið bara að teflaði fólk bara hægri vinstri? Ég hugsaði mitt bara, er þetta mikið lúði innst inni sko. Hann var alltaf í klippingu á pappa sínum og svaka flottur sko, en svo var hann alltaf bara að tefla í fríminútum sko. Það er svona mín minning af skák sko, svo vöktu þetta upp í mér aftur svona fyrir kannski 2 árum síðan þá svona, nú er ég með eitthvað app í símanum bara, það er mjög svona leik mér annars slæðið en ég ídeila alltaf á hint-takan svo ég vinn alveg bótið sko. Og þeir gera alltaf mikið grína mér sko, hvað ég lengi að gera ég þarf svona alltaf að hugsa þetta svolítið út sko. Þannig að ég get ekki sagt en það er svona, ef ég hugsa skák þá hugsa ég bara Viðar eins asnalega og það hljómar. Já, og hann Normannin, hvað heitir hann? Magnus Carlsen, já, hann er alltaf Geitin, já, hann er það hann góður. Herri, já, tökum hérna bara þú ert sem sagt að setja þig bara beint í þú varst að segja hvað er frábæri skák Býtu, er ég svartur já, þú fær svart já, þú með svart Jesus Christ sko. Þetta verður eitthvað þér finnst fínt að hafa nógan tíma já, þess vegna ég var að sjá hvað er þetta 10 mínútur já, þú er næga tíma núna sko. já, ykkur finnst það nægu tími þú mátt alveg færa mækin ef hann er að fyrir þér nei, hann er vann ég reyni eitthvað hérna getur maður ítt á hint eða? Nei, þetta er ekki þannig þú getur pikkað í okkur ítt á Birki sko meina já, við íttum bara á mig oh my god, ég er strax komin í hvað þessin sko. nei, hann er bara bull eitthvað sko já Býtu, er ég að spila móti einhvern live eða? Prófa að íta á peðana já, þú ert að spila móti einhvern live sko. Þetta, hérna? Já, hann að myndina Kanadi Já, Kanadamaður, já ok, get ég pikkað ykkur núna? Eru að fara í árás eða hvað eru að gera? Út með biskum bara, með hljóna kongnum bara og klára hrókera og allir veskir sko Bara hingað eða? Heyrðu, vinnumálastofnun, þeir sendu mér skilabóð í dag þessu, þið heyrðis að Gumma Dóta sem er atvinninsbótum í dag Já, shit sko Nei, heyrðu, hann er að ógna hérna Við erum í bóði vinnumálastofnun Viltu að ég rókir í frekar en eitthvað? Nei, nú fer náttúrulega að hreyfa rittara E7 bara E7, ekki segja svona um mig 7, hérna Þetta er hingað Þetta er A sko hérna bara Þetta er D Þetta er Hérna, já, flottur Við erum svo langt frá borðinu sko, við sjáum ekkert reyndina Birkir Nei, sorry Þetta var alvöru skellur að hóta mér og hérna var að tala um í sig atvinnulaus en hérna, já Velkomin í hitaklefann sko. Það er nú bara þannig sko Hvað, bara áfranga hrókera? Já Það ekki? Við erum í toppmálum Já, ég er svona alltaf eiginlega með sömu byrjunina sko Núna væntalega bara Já Herðu, ég sá strax leika borðið hana Nei, hann lókar á það Anskotin, ég er ekki að spila neitt byrjanda sé Nei Ég myndi persónulega vilja færa peð hérna kannski það glóruð hann drepi bara sko Já, hvað Drottning D7 Drottning D7? Já hann er Annars varstu líka í góðum pælingum með rittarinn hann koma honum eitthvað lengra Já Það er ok Sko Þessi gæði hatar að koma köllinu sinum út Já, nefnilega Eru að fara með peð hérna Já, eitthvað? A6 bara
Já, ekki? hann vel gert. Gæði. Helviti vel gert. Nú þarf hann að hugsa svolítið sko. Já, ok, riddari C3, ok. Ha, viltu fá Nei, ritt? nei, hann var að leika riddari C3, já. Er þetta ekki bara málið? Jú. Opna hérna fyrir. Já, Ok, og við erum bestir í landsliðinu, hver er nummer 2? ég myndi segja Albert sko. Já. Það er svona, en ég er náttúrulega, þú veist, þeir er svolítið nýbyrjaðar í þessu tappelgemi Svo erum við að heyra sko. Maggi Gylfa verið segur líka. Já, ég hef heyrt það sko. Ég hef reyndar ekki ég er mjög góð vinur Magga Gylfa sko, en ekki spila mikið við það. Mér langar rosalega að gera skák á hann. Vel gert. Það er ekki bara. Jú. Já, ég hef heyrt, einmitt. Er þetta ekki bara áfram gakka? Jú, takk. Ég er bara actually að standa mig ágætlega. Sinni 13 alltaf. Já, algjörlega. Sko, Hvað langaði að gera núna? mig langar, nei, mig langaði ekki. Mig langar að hóta þessu peði hérna, en þá reyndar drepuna, já, ok. Vertu bara rólu núna, gerðu bara eitthvað svona Eitthvað svona, rólegt eitthvað, já, bara eitt peði hérna eitthvað. Já, Svona eitthvað bara. já, flott já. Ekki bara. Jú. Já. Já, ég verð að viðkynna þegar ég er í appinu og íti alltaf á hint sko. Ertu meir í símanum með það? Já, ég er eiginlega bara í símanum sko. Þetta var erfitt hérna. Og bara tilbaka, Biskus C6. Já. Hann verður að fara að hreyfa ykkur að kalla. Hann sendar hann í hafinu. Vinnur okkar. Já, hvað heitir hann? Carlos. Carlos. Hann var svo lengur Carlos. Það var pegur. Hann var vill á sig heimildum. Vitið þið hvað mér langar að gera? Nei, mér langar ekki. Hann er með hann 3, ég fatt það ekki. Já, sko. Oh my god. Persónulega, nei, það er örugglega Vá, vá. Hvað erum við að tala um? Ég þarf eiginlega hjálp núna, sko. Rittari kannski G6 eða hana, vinstri. Þessi riddari, Já. Já, það er vel gert sko. G6. Kom nær. Leifur, hver er uppáhaldsmaðurinn í landsliðinu í handbolta? Í handbolta. Já. Gísli Þorgeir, vinur minn. Já. Einn af mínum allra bestu vinum. Gummi, horfðu á leikinn í gær eða? Já, ég horfði á hann. Ég var í handbolta í 10 ára eða eitthvað maður. Já, það? Já, Hvað stöðuspilaður? ég var leikstjórnandi. Já. Já, miðja, já. Vá, ég er ekki eiga neitt erfiðlega erfitt með að tala en og vera eitthvað að fókusa á þetta sko. Velkomin í Chess Vita. Ég var að vonast til ég fengi ekki spurningu hverju upp á leikmaðurum en það er svo margir selfisingar sko. Já, uppáhalds leikmaðurinn? Bara endalaust sko. Janus? Já, þú veist, ég get ekki gert upp á milli þeirra sko. Ómar náttúrulega var sturlaður í gær. Já. Já, hann hinn í gær. Já, segur. Herru, mér langar, hvað langar maður að gera eiginlega? Farðu rittaran aftur, upp til hægri. Þennan, Já. hérna, Já. það samt. Aja. Nei, Ég veit sammála ekki, Gummi, ég kann þetta er ekki smá neitt, dóttina eða það samt sko. Ok, og dreifum Ok, þið bara já. og vonandi nú ekki frá G5, riddari H5. Akkur er hann svona solid? Hann er ekki búinn að- Riddari H5 núna? Já, það er gott. Nú er þetta peð að skila sér. Nei, riddari H5 takk. Hanna. Þarna, já, vel gert. Ok, það er náttúrulega leiðin að vera í þessu sko. Ég væri búinn að gera einhverja glóriur en það ég væri eitt sko. Hún eigðir ekki að hintakan sko. Ég er núna í alvörunni, mér langar þetta. Mér líst vel á það. Er það ekki? Nei. Ekki? Jú. Ógna drottningunni? Jú. Fá hérna, ég er með hann að valda hérna 2 stöðum. Ég er búin að fá mér ómikið Gambino leifur. Gott Gambino maður. Já. Núna er hann bara, hvað er að gerast? Carlos vinur okkar. Já, Carlos veit ekkert hvað hann að gera sko. Já, hans Hann skildi eftir peð þarna á hansi vænlegu stað sko. Ertu að meina hér bara? Já, hann er konar hansi nála þannig sko. Já, Þetta lítur heldur vel út. núna, já, það er rétt sko. Hann veit ekki alveg að ég er hérna með 2 snillinga að liðin á mér. Nei, þú ert bara steindikur sko. Já, Varlega, já. Ok, og drottning til að bara F3. það Já. Er það? Er það þá ekki eitthvað? Já, nei, þá til að bara rókinast takk. Já, rétt. Já. Úff. Já, Svona sko. það lítur helviti vel út. Já, menn geta að fara að pakka í töskurnar en að Carlos er að kalla Gummi tóta til að lappa út með 100% skor. Ég fekk mikla hjálp. Ég ætla ekki að Nei. gera lítið úr því. Já, ok, þetta er hendur ekki. Er hann búinn að gera? Nei, hann veit ekkert hvað hann að gera.
Hvað fyrir við langt í handboltanum, heldur þú? Getum við ekki unnið þetta núna? Þú veist, ef við vinnum rest? Erum við ekki Íslendingar alltaf eitthvað, við förum alltaf alla leið þangað eitthvað, við bara núna vinnum við þetta sko. Mér langar ekki að setja þá. Drottning drepur H4. Er það? Já, drepur svo rittara. Skáka? Já, drefstu þetta, já, miklu betra. Mátum hann bara í kvelli. Okay. Já, mér finnst Íslendingar alltaf að fara svona aðeins fram úr okkur sko, að þannig að mér langar svona ekki að vera að setja ómikla pressa á strákana sko. Nei. Er ég að fara að valda núna eða? Nei, dreptu bara H4. Já, skáki leiðin, já. Shit, maður. Leifur hefði unnið kallin á hann, já. Okay. Við getum ekki, já, eða nú skákum við bara með hróknum og... Já, hrókur, já, þetta lítur Frekar kannski með þessum. Leifur, þetta er bara hlaðborð fyrir okkur. Já, þetta er bara, pikkum við upp einn af einu. Í einu. Og hrókur... Nú er við frábærleik. Býtu, má ég reyna að sjá hann? Já. Er ekki hrókur hingað? Nei, varlega. Býtu. Sjáðu drottninguna kóngin, þeir eru svona sömu línu, það er brasa á þeim. Það með að íta bara hróknum einu til hliðar. Hérna bara? Já, það er bara flottur leikur hér. Anskotin. Það hefði tekið mér svona 3 mínútur að sjá þetta. Þetta er ástæða fyrir að nennir ekki að tefla um mig að því ég er alltaf svo ógeðslega lengi að gera sko. Nú fer hann bara að pakka saman í töskur held ég. Það er samt merkjum styrkleika að nota þess að hugsa frekar að fella minn á tíma sko. Já, heldur hann sé að reyna það eitthvað? Nei, ég bara meina þú almennt vilt frekar að hugsa sko, það er meiri skák í því heldur hann að... Já, heldur hann að vera bara eitthvað, í ykkur stressskák. Já, ég skil. Það er ekki minn sterkast leikur sko. Það er eitthvað svona hraðskák sko. Já, og hrókur drepur og... Býttu nú, þetta er orðið erfitt fyrir hann núna. Erfitt, þetta er nú bara... Já, drottning bara D4 skák og... Já, og hrókur af og hann hlýtur nú að fara að gefa bara og... Drepa hrókin og... Já, hann heldur áfram. Leifur, hvernig máttu hann? Já, hróknum í spilið og bara... Já, skák með hrók og... Þetta lítur helviti vel út. Ég er samt sko á... Biskup, C6. I like it. Koma alla kallarnir sókna. Það er C6. Já, niður. Já, hann gaf. Ok. 100%. Það er W. Takk fyrir hjálpina. Vel gert. Nei, hann fær ekkert helvits í rímats. Það er bara áfram gakk. Við þurfum að halda áfram þáttinn sko. 100% skor. Gott að byrja þetta svona á Leifur, sigri. það er svissið bara og... Það er svissið. Gott að byrja þetta á sigri líka. Er það ekki það? Jú. Nei, það er þetta kóngurinn. Það er þetta kóngurinn. Tunga þetta er frábært hlaðarp sko. Já. Leifur, komdu með fyrstu spurningu. Já, byrjum bara Býtu hvað? byrjum á mála. Þá erum við aftur komin með gummaðinni settið fyrir ykkur sem er að hlusta á Spotify. Og við viljum bara byrja að óska þér til hamingju innilega með MLS titilinn. Já, takk kærlega. Risastór. Takk fyrir það. Ég má gleyma því inn í skákinni. Svo fókusar á því. Já, þú ert fyrst Íslendingur í sögunni til þess að vinna það merka afrek. Ef við fáum bara kannski smá innsýn í þetta tímabil hjá New York City. Já. Umgjörðin í kringum knattspyrnuna í Bandaríkjunum með þig. Bara... Já. Vá, sko, bara, þú veist. Þetta er hlaðin spurning. Já, algjörlega, en sko, bara, einmitt, byrjum á umgjörunni bara í kringu liðið og þannig, þetta er náttúrulega bara topp, ég veit eiginlega ekki hvað orðið á að nota, sko, þetta er bara, maður gæti ekki haft það betra, skilur, það er bara að við erum með rosalega flotta aðstöðu, þannig að 20 mínútur fyrir utan borgina og þú veist, bara allt til alls, hugsa þvílíkt vel hann og Bandaríkjamaðurinn kann allt svona, hvað varandi íþróttir. Rosalegt tím í kringum liðið, bæði þjálfarar og sjúkraþjálfarar, styrktaþjálfarar, kokkar, nuttarar, bara þú veist, og einhvern veginn það langflottasta sem að, og ég held að verði eiginlega ekkert bara mikið betra heldur en þetta var hana hjá okkur og ég held að þetta sé almennt svona í MLS að það er hugsað rosalega vel leikmennina og tímabilið náttúrulega ups and downs og allt það sko og við vorum bara á tímabili mjög nálægt í að bara virðast ekki komast í playoffs og það sem var kannski svona skrýtnast fyrir mig er að liðin bara að hugsa playoffs veist, og ég átti svolítið erfitt með einhvern veginn bara átta mig á því að
maður var oft kannski bara einhver venjulegu leikur yfir mitt tímabila sem að hitliði var bara svona í þokkalega góðri stöðu og þá voru bara 3 kannski lykilmenn bara heima að taka hvíld sko. Og þetta snýst allt heimitt, þetta playoffs og við svona eiginlega fundum að svona yfir tímabili að við vorum með besta liðið og það sé kannski skrítið að segja það því að við endum í 4. sæti held ég ef ég mann rétt frekar en 3. En hérna við fundum það einhvern veginn bara svona þegar við vorum að mæta þessum bestu liðum að við vorum með besta liðið þannig að við vorum eitthvað tæpir og komast í playoffs er eiginlega ótrúlegt þegar maður hugsaði tilbaka yfir tímabili sko. Það voru rosalega mörg úrslit svona einhvern veginn ekki alveg að falla með okkur þegar við vorum miklu betri í leikjunum en svo, já, tryggðu okkur sæti í playoffs og enduðum á að vinna þetta sem við einhvern veginn trúðum alltaf á sko. Og já, það svona styttri sagan Hvernig, nú ertu búin að prófa þessa hefðbundnu deildarkeppni og svo þetta hvort þetta hrutnar af? Sko, ég skil Bandaríkjamannin af því að þegar þú ert síðan komin í playoffs að þá skilum maður svona hvað að meina með að það eru margir leikir þar sem er bara allt undir þannig að þú færður rosalega marga leiki þar sem maður bara, eins og ég segi, það er bara allt undir, bara bikarleikur hver og fætur öðrum og hérna maður skilur það take á það en síðan ertu á móti því ertu með of marga leiki finnst mér í deildinni sem eru svona skipti ekki eru smá bara svona og tala þegar liðin eru komin í playoffs eða eru ekki að komast í playoffs já, sem sér langt eftir í deildinni eða þá þú ert langt neðstur og þú veist þú ert ekki að fara að falla og þessi leikir verða allt og margir bara einhvern veginn svona þegar eru kannski orðnir samt ennþá kannski 6, 7, 8 umfyrir eftir þannig að þetta er svona það er bæði eitthvað skemmtilegt við þetta en svo heilt yfir finnst mér þetta auðvitað eiga að vera bara eins og þegar maður elst upp og horfir á ensku úrvalsdeildina þú veist, mér finnst það Fannstu svolítið áður þegar þú varst að spila kannski undir lok tímabilsins við liðin sem að voru ekki í fallbaráttu og hafði ekki möguleika á playoffs að þau varu kannski bara svolítið búin að gefa þetta upp á bátinn eða? Já, algjörlega og það, eins og ég segi, þú veist, það fellur ekkert liðið MLS þú veist, þannig að liðin sem voru langt neðst þú veist, þetta var bara einhvern veginn þú veist, ég get ekki ímyndað mér að vera einhver designated player fyrir utan launastruktúrin sem er í MLS og þú er bara að þéna því líka peninga og svo er liðið bara dottið út einhvern veginn 2 mánuðir eftir á mótinu og það býður þeim bara eitthvað 3 mánaða frí þú veist, þetta er algjör luxu sko eða þú veist, auðvitað vill maður alltaf vinna en ef það svo bara gengur ekki og þú ert farin að sjá fram á það þú ert bara með eitthvað risa samningarna og 3 mánaða frí framundan sko ég veit það ekki, mér finnst bara margt sem er skrítið við að hafa þessa úrslitakeppni svona stóra og margt skrítið við að sé ekkert lið sem fellur það einhvern veginn tekur svo vægið út úr mörgum leikjunum út úr mörgum leikjum finnst mér sko þannig að mér fannst það alltaf svolítið svona fyndi take þegar maður var einhvern veginn að svona pæla í þessum gæjum sem eru svona þessir DPs eins og það kallast sko, sem eru svona bara mega þéna eins mikið við vilja einhvern veginn og að maður var oft svona hristandi í hausinn bara hvað alltaf hann sé að hugsa hérna í þessum leik sko þannig að já, það er svona eins og ég sé þetta sko Já, það hefur líka það hafa einhvern tímann verið sýndar klippur af bandarísku deildinni bara eins og frægt myndband af vítaspyrnukeppni þar sem allt einhvern veginn fer í kraðak hvernig myndir þú segja að dómarastandin sé hana? Er þetta einhver mýta sem fylgir bara einhverjum einstaka YouTube-sögum eða er hann að parið annars þar? Já, sko, ég held var hana? Já, það er var ég held það sem þetta er bara að fótbolti er náttúrulega svona þannig laga tiltölulega ný íþrótt í Bandaríkjunum og maður fann alveg mun á því þegar maður var með Suður-Ameríkumann að dæma eða Bandaríkjamann að dæma veist, þeir hafa bara svona minni tilfinningu fyrir leiknum myndi ég segja og svo eins og ég man þetta núna eins og síðasta tímabil maður var eiginlega bara langa oftast með Suður-Ameríkumann að dæma og þá bara, bara eðlileg dómgæsla en það var kannski svona af og til eða var Bandaríkjamaður að dæma og það er svona eitt sem kemur upp í hugan sem ég veit reyndar ekkert hvað heitir en það var engin tilfinning fyrir leiknum sko, eitthvað svona með broti að láta leikin ganga eða þú veist og já, þannig að það er svona auðvitað skrítið að hugsa tilbaka því ég man því ég kom alveg fyrst og það var bara þjóðsöngurinn og flugeldar fyrir leik og eitthvað og maður var eitthvað bara svona hvað er í gangi hérna það var allt innu bara snorrið eðlegast í hlutur sko en náttúrulega Bandaríkjamann er bara þetta er rosa mikið sjó og snýst allt sjónvarpstekjur
og hérna sem alveg sniðugt hjá þeim en auðvitað það bara öðruvísi, þú veist, það bara fólk að mæta á völlin og fá sér pop og kók, skilur á meðan að til dæmis bara eins og í Svíþjóð þá bara fólk mæta að stiða lið og horfa á góðan fótbolta og syngja á pöllunum sko, veist, þannig að það svona það sem svona margt sem alveg öðruvísi en rosalega vanmetin deild sko, ég vil bara taka það skýrt fram sko. Já. Fannstu áhugan vaksa á fótbolta meðan þú varst þarna? Já, alveg klálega sko, en kannski erfitt fyrir mig að dæma það því að fyrra tímabil okkar gekk náttúrulega verð heldur en núna, þannig að auðvitað fann maður meiri áhuga seinna tímabili þegar gekk svona vel hjá okkur en ég held klálega, þetta náttúrulega stækkandi íþrótt og landslið orðið mjög gott og með marga stráka bara, hvað heita Mackenzie eða eitthvað í Juventus og Veistu McKennie, já Nest, Sergio Nest eða eitthvað, ég kann ekki að segja Sergio Dest, já sem hvað í Barcelona eða ekki svo var hann Svo ertu með Pulisic og Pulisic, hörkulið marga Reynað í stráka Dortmund eitthvað þetta koma upp alveg svakalig kynslu hjá þeim og klárlega, ég held að fótbolti sé bara stækka hana en á móti kemur að þá finnum maður samt sko að það svona suður-amerískur kultúr svolítið í kringum fótboltanana, það svona meira suður-ameríkumönnum að koma að leiki og eins og hjá okkur til dæmis, stuðningsmannlagið bara Dale New York, þannig að það er bara spænska stuðningsmannlagið sko, sem alveg fyndið sko. En ég leiði kannski smá að stela þinni spurningu en þú veist, þetta eru sömu eigendur á City. Já. Fannst eitthvað fyrir því eða? Já, ég meina Var Guardiola þarna á svæðinu? Nei, reyndar ekki sko. Þá var þú mættur í City? Já, maður hefði lagt aðeins mér ásýndi. Nei, jú, maður finnur alveg fyrir svona að því leitinu til að þetta náttúrulega bara allt byggt upp á sama struktúr, þetta náttúrulega bara þegar maður lappar inn til dæmis í æfingastöðuna, þar er skilti með öllum liðinu sem eiga og Manchester City náttúrulega partur af því og svo þetta náttúrulega allt eins inn í klefunum eins og ég horfði á á hvað var það, hvort það hafi ekki verið á Amazon City þættirnir hvað hétu þeir áttur, All or Nothing eða eitthvað All or Nothing, og ég horfði á þá sko og þá sá maður klefin alveg eins uppsettur og allt svoleiðis og náttúrulega sömu litir á treyjunum og þetta auglýsingin og svo núna aðalega þegar við vorum að fara inn í eins og úrslitaleikin Austurdeildina og svo úrslitaleikin sjálfan að þá voru einhverjir kallar mættir inn í klefa eitthvað svona, takk í höndina á okkur eitthvað og maður svona stóð upp úr sætinu og tók í höndina á þeim einhverju svona shake eitthvað Mættir í shake dressi líka og allt bara Já, eitt sko og svo var einhver annar sem var held í hvort hann ekki bara verið Breti sko Varst þú í dressinu líka? Shake dressinu? Nei, ég var þetta til að redda með því sko flott svona að maður verið að koma fram með gítarinn Það mætti því líka Við alltaf að þykjast einhver shake bara það þetta geðu hérna Shake Thor Aronson ég ætla að mæta þannig ég skrif undir á næsta lið please, takk Shakein frá Íslandi ég get að lofa því að mann hækka launar svona 30% þegar maður er í shake það er gott teik sko nei, maður fann fyrir kannski bara þannig undir lokin þegar það var nálgast þessu úrslitaleiki en annars bara, þú veist, þá er þetta oftast eins maður er bara að leggja sig fram og mætir á æfingar en umgjörðin bara styrluð já, alveg rosalega flott æfingarstaðan og hugsa vel um allt og já, bara ekki yfir neina kvarta öllu því sko og rosalega svona fagmannlegt allt saman sko eins og maður heyri bara, eins og bara meira segja háskóla liðin, þú veist, maður er heyrt svona af aðstöðun sem þau eru með og þetta virðist bara að vera bandaríkjamaðurinn og íþróttir, þetta bara helst í hendur að þeir gera þetta þeir leggja allt í sölurnar Já ef við vendum okkar hvað aðeins í cross þá langar mig að spyrja þig ég byrjaði bara að segja þeir eru svolítið líkt við heimilislækni þú leysir alla stöður á vellinu þú getur spilað allstaðar virðist vera hver er svona þín uppáhaldsstað að spila? Ég held að það sé klálega bara á miðjunni eða saman hvar ég sko ég ætla ekki að enda sem einhver solid landsbyggðar bakvörður sko ég get alveg verið heiðalögur með það sko en já, en svo, veist, skil ég alveg að svona margir af mínum styrklingum nýtast vel í bakverði bara svona, það er held nú er ég kannski að rósa sjálfum með líku við sko, en ég held að það sé rosalega gott fyrir lið sérstaklega svona í nútíma fótbolta að vera með svona bakverði sem eru með góðan fót og leikskilning og veist, spilið okkar fór rosalega mikið upp í gegnum bakverðina hjá okkur þar sem að bakverðin á að finna frammerjað upp í 10 og og í rauninni byrja sóknina þaðan
En, þú veist, mér finnst persónulega skemmtilegast að vera ykkur starf á miðjusvæðinu, hvort sem það er 6 eða 8 eða meira þess að 10 eins og þegar ég var yngri, sko. Þá var ég alveg miklu sóttjar, var ég alltaf svona, minn styrkleiki kannski verið svona, sennilega að vera teknískur og með góðan vinstrifót. En lendur í vesinni sem bakar út á varnarmennun eða? Ég gerði það alveg fyrst, sko. Fyrst skildi ég bara ekkert hvað ég voru að pæla þegar ég voru að setja mig í vinstri bakur í 4 manna varnarlínu, sko. Ég var bara, hvað, þú veist, vil ég bara fá okkur mörk? Já, hatiði clean sheet. Já, ángrín, sko. Ég var bara í ruglinu þannig fyrstu 2 mánuðina, sko. Bara aldrei spila vinstri bakur í 4 manna línu. Og hérna var eitthvað wingback í Svíþjóð sem samt bara allt annað dæmi, þú ert miklu svona hérna, já, bara ekki eins miklar ágjör á varnarleiknum þegar þú ert vængbakurur. Þannig að þetta var alveg ströggl og nokkur svona vídeoklippur sem var farið yfir og reyndi að bæta og gera betur, sko. Og ég hafði bara gott af því, þú veist, ég get alveg hygglust sagt það núna, ég er miklu betri varnarmaður heldur en ég var fyrir 2 árum síðan þegar ég var nú meira bara svona pæli í touchinu mínu og hitt á samherja, sko. Já, já. Bara svo þessi tekið fram þá myndist við að þú sért alveg fáránlega teknískur orðaði það. Já, Viðar gaf þér sérsta trósi í sensta hætti, sko. Nú, já, ok, já, kemur alveg óvart, sko, ég held að myndi vera með það. Já, nei, það er að besta, svo heldur hann áfram hérna og hann er með nokkra spurningar. Það eru 3 spurningar. Fyrsta spurningin er, ertu bold by choice, spyr hann? God, nú er ég, sko. Ég skal taka með derúuna, sko. Ég var að raka mig bara fyrir einhverjum 3-4 dögum, en hérna, já, þetta er bara, sko, herru, ef að taka þetta bara alvöru, ég vil þá bara opna á þessa umræðu með kallmenn sem er að missa hárið svona frekar ungir. Ég er með mjög há kollvik. Ég veit ekki hvort það sjáist þessu almennilega. Frábært ég sé með svona lampa, þannig að þetta alveg bara að lúka. Við stiltum að þannig. Já, einmitt, þetta er illa gert að ykkur. Hérna, þetta er alvöru óöryggi, sko. Þetta er alvöru dæmi, sko. Bara, og þið báðir hérna mjög hefnir í hliðin á mér. Það er frábært. Tall, dark and handsome típunar, sko. Sitt ég einna sköllóttur og asnalegur. En hérna, já, ég myndi segja að ég sé ennþá bold by choice, en það er helvíti stutt að ég hef ekkert það að segja hvort ég sköllóttur eða ekki, sko. Þetta er alltaf alveg, ef hann væri hérna, ég myndi láta hann finna fyrir en hérna, já, en bara öllu gríni slepptu, sko. Þetta er alveg bara alvöru erfitt að missa hárið, sko, eða svona að fá kollvik og eitthvað, bara þetta er bara fyrst sem ég pæli á morgnana, ég horfi í speilin og bursta tennar, sko, og er alveg vesen, sko, og hérna ég veit ekki hvort einhverju kallmenn sem ég opna sig þetta, sko, en já, mér finnst það bara mjög leiðilegt, sko. Ég væri helst til að vera bara með þráðbeina hárlínu og geta gert það sem ég vil við hárið á mér, sko. Já, en að því sögðu, sko, þú lítur mjög vel út, sko. Já. Líka með derún off, sko. Já, meina það, já. Já, þú púlar þetta vel, sko. Já, meinar, já. Þú veist, þetta er allt í lagi, sko, en þú veist, ég væri samt frekar til að vera með bara hár og gel og greiða mér eitthvað töff. Já, en ég var líka til að spila við New York City, skilur. Jú, sko. Ég er með hár, en það gefur ekki meira það, sko. Nei, það er alltaf, maður getur hort á hlutina og miljón mismunandi vegu, sko, en mér finnst það samt í alvörunni, bara alvöru erfitt oft, sko, að vakna og þetta er það fyrsta sem maður þarf að takast á við alla mótna, sko. Nei, þetta er auðvitað ekki, þetta er svona, hvað segir maður, svona lúksus vandamál kannski, þetta er eitthvað mikið vandamál í lífum hans. Já, samanlega, lúksus vandamál. Þetta er lúksusvandamál. Úr öskinu heldin hjá Viðari. Svarið er ég er bold by choice, ennþá. Svarið er já. By choice. Næsta spurning, hann hættir ekkert, nefndu top 5 fallegustu stelpur frá Selfossi í sögunni. Í sögunni? Já. Top 5 líka? Já, þetta er aldrei mikið. Top 5? Top 5 fallegustu stelpur frá Selfoss í sögunni? Takk þetta niður top 3 eða? Jú, top 3. Já, top 3. Út af því sem að spyrja. Já. Vá, ég bara aldrei átt kærustu frá Selfossi, sko, eða það voru það nú bara skemmtilega reyndar. Já, vá, Top 1 Top 1 Top 5 Ég er að reyna, sko. Já, top 5 bara, vá, sko. Ég er bara að hugsa þetta eitthvað, en ég er að reyna, já, ég er að reyna að think on my feet, sko. Fallegasta stelpa frá Selfossi. Ég er líka að reyna að finna eitthvað sem að allir myndi þekkja eitthvað, en kemur ekki upp í hugan eitthvað svona fljótt eitthvað sem allir myndi þekkja. Ekki átt neina fegurðardrottningu eitthvað svona Íslands eða eitthvað.
Nei, bara Hólmfríður Erna Kjartansdóttir það sýsti við Þetta var skemmtilegt. Vel svarað. Já, og seinast spurningi frá Viðari, ég að svara. Erum við margar viðarspurningar? Þetta er seinasta viðarspurningin. Ég elska viðar. Ég vildi óska þess að alla spurningar eru viðarspurningar. Ekki, ég þarf að spurja, sko, veistu hvað það er vont, það er bara að svara. Er þetta önnur eitthvað hræðileg? Nei, þessi er bara, hver er þinn go-to drikkur á djamminu? Já, ég er nú svona, ég var eiginlega að taka það fram, mjög rólegur á djamminu, sko, eða svona að drekka, það er svona verið, en það er bara GT, sko, gin og tonic. Klassist. Já, það er bara einhvern veginn, ég veit það, mér finnst það actually gott, það er sumir sem finnst þetta eitthvað svo beist eða eitthvað, en já, Amaretto Sour, Já. mér finnst það mjög gott líka, en annars svona, reyni ég að vera svona, halda mig rétti með yfir línuna af ýmsum ástæðum. Já, Það er svona sem við getum farið eitthvað setni. Chess after dark. Chess after dark, það er næstu þáttur kannski. En það er næstu verkefni, hreyfilsmenn, þeir elska tónlistina sem þú gefur út og er ákveðlega sem að þeir spila reglulega niður á stöðu, sko. Leigubílstjóri. Það er nákvæmlega það, sko. Rosalegt lag. Og þeir eiginlega báðum sig gest, sko. Já, ok, já, mínir menn. Er plata væntanleg? Ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að gera þetta. Ég náttúrulega hef nægan frítíma sem fótboltamaður og sem mjög mikið af lögum og textum og er bara alltaf að dunda mér eitthvað og er búin að vera heima núna að vinna í þessu og ég held ég muni byrja bara svona eitthvað singlar sem að fá að sletta. Já. Ég sletti örugglega svolítið mikið, ég var að pæla í því núna. Já. En ég held ég muni byrja bara þannig að gefa út svona 1 og 1 og Þú ert búin að vera dálítið í því, eða ekki það? Jú, sko, þetta er svo erfitt af því að ég er svo metnaðarfullur líka með tónlistina og það er svo grátlegt að vera búin að leggja þvílíka vinnu í lag, semja texta, semja lagið, fara að taka það upp og gera þetta rosalega vel allt saman og hafa síðan bara eiginlega engin tök á því að fylgja því eftir. Já. Þú veist, maður bara eitthvað á Instagram eða eitthvað. Já, svo ertu bara atvinnumæður í fótbolta. Þú veist, og það er eiginlega hálf grátlegt, sko, en ég er svona að reyna eins og ég get að fylgja þessu eftir og mæta í eitthvað svona útvarsplögg og svoleiðis, sko, af því að það hjálpar bara rosalega mikið, maður finnur það bara. Ég náði svona gátt lag fyrir 1,5 ári síðan sem heitir Fleiri í takinu, sem er svona reggae feelingur eitthvað. Skemmtilegt. Já, og þá náði ég svona aðeins að fylgjast eftir og mér finnst þetta ekkert eitthvað besta lag sem ég samið, en það bara munaði rosalega, þetta náði til fleira fólks með því að geta sér að plugga þessu svolítið og farið í útvarsviðtöl og svona, já, bara eins og ég segi, fyllt þessu eftir, af því að markmiðið með tónlist er bara að reyna að gleðja sem flesta og snerta sem flesta, hvort sem það er eitthvað pepplag eða eitthvað dramatíst eða ballada, sko, að mér finnst bara gaman að flytja tónlist og standa upp á svið og syngja og fólk er að skemmta sér, þú veist, mér finnst það bara ógeðslega gaman, þannig að ég er ekkert í felum með það, mér langar að vera bara vinsæll tónlistarmaður þegar ég hætti fótbolta, sko. Þér finnst það, bara svo við segjum tölum tandur reyna eða þér finnst það skemmtilega en aðrunum í fótbolta? Sko, já, ég held það, sko. Ég held bara að það sé of margt svona í kringum atvinnumennsku eða bara í kringum fótboltabransan sem að mér finnst ekkert sérlega skemmtilegt. Mér finnst mjög gaman að mæta á æfingar, mér finnst gaman að vera inn í klefa, en það eru 2-3 tímar á dag sem það er í gangi og svo tekur restin við. Og já, ég hef nú verið heppinn að búa í New York en að vissu lenti náttúrulega 1 ár og nánast bæði árin í þessum heimsfaraldri, þannig að þetta var kannski ekki alveg svona New York eins og fólk upplifir New York almennt, en já, ég get alveg verið heiðarlegur með það. Mér finnst eiginlega skemmtilegra bara að vera í stúdíu og sjá lag verða til heldur en að vera eitthvað, veist, eins og það kallast atvinnumaður í fótbolta, sko. Já. En getur þú samt aðeins leitt hverju gegnum það, skilur þú veist, að hvaða leiti er erfitt að vera, að því að þú veist, þetta er svona, þú veist, það er svo erfitt að taka þessu umræðu því að fólk segir alltaf bara hvernig geta atvinnumæður í fótbolta vera að væla hérna, þeir eru með milljónur á mánuði bla bla bla. Af hverju tekur svo mikið á að vera atvinnumæður í fótbolta? Sko, nú get ég bara að tala út frá sjálfum mér, en mér finnst erfitt og mér finnst bara sorglegt að já, ég ætla svona að reyna samt að vera aðeins diplomatískur, en samt ekki.
sko mér finnst bara erfitt að díla við þá hugsun ég búin að vera bara 9 eða 10 ára lífi mínu frá bestu vinum mínum, frá fjölskyldu minni mér finnst bara erfitt að horfa á þá staðarind, þú veist, og ég hef mistað endalaust af ammölum, fæðingum, barna hjá bestu vinum mínum, skírnum útskriftum, bara allur þessi pakki sem maður hefur bara mist af og það ekki létt og svo þetta bara þú veist, rosalega margir tímar í sólarhringnum sem maður í rauninni bara hvort maður á að segja hvíla sig eða hefur lítið að gera og ég hef reynt að nýta þann tíma í að gera tónlist og skrifa, semja tónlist en maður finnur alveg veist, að þetta og svo veist, málið líka að þetta rosalega svona þú ert í rosalega loku umhverfi einhvern veginn af því að þetta svo mikil samkeppni þú veist það sem ég held svona kannski ef maður fer inn á ég veit það ekki, ég bara tala svona eins og ég sé þetta þú veist, að ef maður fer inn á almennan vinnumarka bara ef maður að vinna í banka eða eitthvað að þar ekki einhver bara sem stendur fyrir aftan þig og bara býð eftir að þú klúrir á lyklaborðinu og takir stöðuna þína skilur þú veist, þannig að þetta rosalega mikið svona samkeppni þegar þú mætir í vinnuna þó að séu allir félagar og vinir en þetta samt alveg svona svolítið svona erfitt umhverfi út af því og þú veist maður eins og ég núna til dæmis í New York veist, þá endar það þannig að maður á kannski 2 svona góða vini í klefanum ekki það auðvitað voru 12 eða 14 sem töluðu ekki ensku eru bara Suður Ameríkumenn og það spilar inn í að sjálfsögðu en veist, það svona þessi partur sem að mér finnst bara mjög erfitt og, veist, og ég get ekki ímyndað mér fyrir að vera foreldri og barnið manns á leiðin út í atvinnumennsku í fótbolta, það náttúrulega bara það sem ég get talað veist, og þú kannski þekkir ekki hann heim með eitthvað veist, og það örugglega bara rosalega erfitt veist, að einhver 17 ára strákur bara að fara út og svo ertu að reyna að gefa honum einhver ráð og hann bara einmanna meira og minn allan daginn og talar ekki alveg tungumálið það sem hann og næri ekki alveg eignast vini og skilur, veist, þetta ofta rosalega fegrað einhvern veginn og margt ótrúlega jákvætt við þetta, ég lært rosalega mikið og bara læra ný tungumál svona kynnast bara fullt af einhvern veginn lendi í aðstöðu þar sem að þú kannski bara þarft að bara virkilega byggja upp karakter til að feysa ákveðnar aðstæður þannig að það rosalega margt jákvætt við þetta líka og þetta frábæra augnablik inn á milli og svo nærma kannski svona oft á tíðum að finna svona sinn hversdagsleika í þessu eins og ég var með núna til dæmis í New York þá bara maður búin á æfingu þá fer ég á kaffihús, ég að hlusta á podcast, ég að lesa bók, ég fer heim sem ykkur á tónlist, ég reyna að hringja auðvitað í fjölskyldu vini og allt það en þú veist, þetta samt svona rosalega immannlegt á köflum sko, og bara krefjandi þú veist, af því að svo færður líka auðvitað rosalegt svona kick út í að spila leiki og svo kemur heim og þá allt bara alveg þögn einhvern veginn og allavega ég, þú veist, ég hef bara átt mjög erfitt með þetta allt saman sko kannski lítur ekki þannig út, þú veist, af því ég hef alveg svona náð að beisla það og temja það einhvern veginn en það þýðir samt ekki að það sé ekki búið ógeðslega erfitt já, en eins og ég segi þetta svona mín sýn á þetta sko ég held að þetta sé í fyrsta lagi var þetta bara þetta var svo vel orðað og líka bara fínt að fólk heyri þetta já, algjörlega, nei bara ég veist ég veit ekkert hvað mér, jú, mér langar að vera tónlistarmaður eftir fótboltaferilinn en þú veist líka bara svona ég held leið og ef þú ert meðvitaður þetta að þá getur þú gert eitthvað í þessu veist, þá einhvern veginn missur ekki stjórnin á sjálfu þér og tilfinningunum eða þú veist og bara allt og margir skilur veist, sem bara fannir að gambla fyrir peningana eða að versla endalaust og ég viðurkenni, ég hef alveg tekið tímabil ég veit ekki hvað ég á mörg skópur sko, sem bara veist, ég bara glórulaust sko og hvað það meira skilur þú veist það bara margt sem bara, þetta gerir bara hlutina mjög erfiða oft sko. Ég hef alveg verið á stað þar sem ég hef ekki verið í svona góðum samskiptum við fjölskylduna mína og þú veist, og þegar maður hugsar að dýpra þú veist, þá það bara að því að þú veist, maður saknar það bara mjög mikið og svo fær maður eitthvað símtal og maður bara ekki alveg í jafnvægi af því að maður saknar það en vill ekki sýna að manni líði illa af því að þá líður þeim illa og þá verður þetta einhver svona shit, þú kemur hérna skilur, þessar tilfinningar yfir mann og hérna skilur, ég veit það ekki auðvitað veit ég ekki hvort að margir séu að kannist við þetta sem í þessum heimi eða ekki af því að auðvitað vill maður ekki vera að ræða þetta eitthvað hverjum degi skilur, af því að heilt yfir ég bara hress
og jákvæður strákur sko, en það þýðir samt ekki að sannleikurinn sá að þetta hefur oft bara verið fáránlega krefjandi, bara andlega einhvern veginn og þetta líkamlegt álag líka og stress í vinnunni að halda sætin í liðinu og að því að guð minn góður, ef maður er ekki að spila þá er þetta þá þess virði að vera hérna fórna öllu þessu og ég er ekki svona að spila og þú veist, dett í alla þessar hugsanir þú veist, þannig að já, heiðalegt svar er einhvern veginn svona sko. Geðveikt svar. Já, bara mjög flott. Má ég skjóta aðeins inn í aðeins bara tekið þess ekki beint þú tekur náttúrulega Selfoss og ferðir IPVAF svo ferðir til Sarpsborg helst sleppaðu diplómat í svar þarna eitthvað, þetta er persónubindi þannig að fara fyrir leikmennan úti sem að hlusta að horfa að spila fullorðsbolta á Íslandi eða fara að snemma út sko wow, þetta er mjög erfið spurning af því að ég hugsa oft með sjálfa mig sko. Þú prófaði fullorðsbolta? Já, algjörlega, en ég var orðinn tæknilega rosalega góður snemma en líkamlega og veist, ég er ekki eitthvað beast of nature, eitthvað líkamlega sko. Þannig að það sem gerist þegar þú ferð út er að þú ferð náttúrulega bara að æfa meira og á hærra leveli örlítið og ég fann rosalega fljótt hvað ég tók stökk líkamlega þegar ég fór út 19 ára og ég sé stundum smá eftir ég hafi ekki reynt að fara fyrr út upp á það að gera en á móti kemur veit ég ekki hvort ég hefði bara brotnað ef ég hefði farið út 16-17 ára og bara komið heim. En þú ert samt bara 19 ára og þú hugsaðir samt að ég hefði ekki farið fyrr út, skilur við, samt 19 ára alveg ungt, skilur við. Algjörlega, en samt sko, veist, maður hefur séð strákar sem hafa farið 15, 16, 17 það munar rosalega hvert ár þarna sko. Nefnilega sko, og sérstaklega eins og ég segi líkamlega, þú veist, að mínum að ég getur alltaf verið að bæta þið tæknilega og einhvern veginn farið bara einn með bolta og æfti en persónulega finnst mér það erfiðara líkamlega þá þarftu helst að vera með eitthvað sem að veit nokkurn veginn hvað á að gera og ert með styrktaþjálfara hjá liðinu eða hvernig svo sem það er og svona ég hef stundum hugsað kannski hefði maður komist lengra ef maður hefði farið örlítið fyrr 1-2 ári fyrr út og þess vegna byrjaði ykkur akademíu en svo hugsaði ég líka að ef maður hefði byrjað á okkur akademíu þá er maður aftur lentur bara í þessari samkeppni að komast inn í aðalið hefði ég meikað það að komast inn í aðalið ég veit það ekki en svo á móti kemur, þú veist, ég hef ekkert náð mínum draumum sem fótboltamaður, skilur sem er að spila bara í, hvað sem það er Bundeslíkunni eða Premier League eða Serie A eða eitthvað, þú veist, þannig að ég er mjög stoltur af því sem ég hef gert í fótbolta og hvert ég hef náð í rauninni bara sjálfur og ég tók ekki EM eða HM tímabili með landsliðinu og þannig að ég upplifi eins og ég hafi farið þetta rosalega mikið bara á einhverju þrautsegu og sem ég er mjög stoltur af sko en að fara ungur eða ekki þú veist, af því að ég veit ekki með sjálfa mig hvort ég hef bara ekki höndlað andlega að fara örlítið fyrr og fara þá, þú veist, af því þetta var í rauninni fullkomið skref fyrir mig út að fara í bara miðlungslið í norsku deildinni og vinna mig upp þaðan þannig að já ég held að sé rosalega mikið einhvern veginn hvernig karakter þú ert sko, því að maður getur að lokum sem alltaf bara lífið frá sínum eigin augum og ég er einhvern veginn félagsvera og finnst gaman að gera tónlist og ég er kreatífur og einhvern veginn, þannig að kannski er ég bara vonlaus útgáfa af einhvern fótboltamanni en er bara ógeðslega þrautsugur þannig að ég svona næ alltaf aðeins lengra Þannig að lókasvarið þetta er persónubundið því miður sko auðvitað, það er ekkert svar við þessu nei, af því maður hefur alveg séð stráka líka á karaktera sem bara eru þannig einhvern veginn í verunni að þeir bara vera eitt eitthvað og bara, akkur ekki það er bara fínt sko, og bara geta farið ungir út og bara flott sko þú ert með dæmi, Gylfi ná þessu en 100 dæmi á móti sem virkuði ekki en svo erum Alfred Finnboga sem var í Pepsi-deildinni fyrst og virkaði heldur vel sko. Jói Berg líka þannig að akkurat, þú veist, og ég held að það lýsi best skilur að það er held ég bara rosalega misjaft er ekki bara, besta dæmi er það ekki bara Gylfi og Viktor Unnar þú veist, þeir báðir einhvern veginn fara út á sama tíma Viktor Unnar, þú veist, það næri ekki alveg að komast í gegn skilur, þetta getur einhvern veginn bara, það er stutt á milli í þessu alltaf og það er það sem að er líka, finnst mér oft svona í fótbolta, það er svo ótrúlega stutt á milli
svona einstaklingsbundið auðvitað ef þú mætir liði það sem 11 móti 11 þá kannski lítur út fyrir að vera mikill munur en ef þú tekur bara einstakling fyrir einstakling þú veist, þá finnst mér ofta rosalega stutt á milli og maður hefur spilað með leikmönnum sem á svo gott dæmi, ég spilaði með leikmann í Danmörku sem endaði í Napoli og að spila í Napoli í dag og ég veist, spilaði með öðrum strák þar sem að mér fannst fáralega hefileikaríkur sem að einhvern veginn svo bara í dönsku fyrstu deildinni núna skilur þú veist, þannig að þetta svona Tóldi verið réttum að réttum stað algjörlega og bara eins og ég segi þú veist, stutt á milli, bara lítil skreflendir á réttum stað, réttum umbóðsmanni, þjálfara, umhverfi þú veist, allir þessi þættir en að sjálfsögðu að þú ert ekki sjálfur samt með karakter í á þrautsegi og allt það, þá er það aldrei að fara að ganga en á móti kemur svona hlutir geta samt skila þér á alltaf örlítið herra einhvern veginn og lengra þannig að þetta er ég held að þetta sé besta svari sem ég get komið með sko, eins og ég sé þetta flott ekki spurning mér langar að koma aðeins aftur að þessum félagskiptum Selfoss IBVF er engin rígur hérna á milli, er þetta ekkert kávalur voru allir sátti bara? Nei, ég held sko eins og ég mani þetta þá var Logi Ólas að taka við Selfoss held ég og við fjallum og pabbi minn er úr Vestmannaeyjum sko og IBVF samband og bara þeir einhvern veginn bara, mér fannst þetta bara meira heillandi bara kultúrinn þar, þeir voru náttúrulega með eitt besta lið á landinu á þeim tíma Er þetta Heimir Hallgríms? Heimir Hallgríms, já. Og Dragan Kasic sem var geggjaður sko, hjálpaði mér fárlega mikið sko. Þannig að það voru alltaf bara hádegisæfingar, það var komin höll í Eyjum, það var hægt að æfa mikið við veturinn og bara fyrir metnaðarfullan fyrir metnaðarfullan strák að þá var þetta bara einhvern veginn þannig lagað auðveld ákvörðun og ég var alls ekki þó ég hafi verið 17 ára eða eitthvað, þá var ég bara alls ekki ánægður einhvern veginn hvernig Selfoss stóð að þessu þegar við komst upp í efstu deild með því líka skoðanir hérna 17 ára sko. Og bara vildi breyta til og það var það besta, það var bara hárrétt ákvörðun þegar maður horfði tilbaka sko. Ég hafði rosalega gott að var í Lönduninni og ég veit ekki hvað sko. Vann hana með fótboltanum og bjó sjálfur aðeins, fekk svona smjörþefuna því þó ég hafi nú stundum tekið með mig poka og óhreinum fötum heima á Selfoss sko. Það er ekki að bæta á því Lundunni? Jú, nefnilega sko líkamlega að fara á Selfoss í IBVF og auðvitað á þessum aldrei líka en ég man ekki hvað, ég bara bættur og glámi einhverjum, ég get svo svarað, ég hef ekki bætt á mig 6-8 kílóum bara vöðum hann yfir þennan tíma og Heimir var alltaf með rosalega undirbúðstímabil sko og það var æft sko, það var engin afsláttur sko, þannig að bara geggjaður tími sem ég átti í Eyjum sko, bara wow, þetta var bara ég horfði tilbaka við það sko, það var bara geðveikt sko, ógeðslega gaman Höfðingi spyr hver er skemmtilegasti samerinn á Selfossi árið 2008 ég veit ekki akkur hann spyr að því árið 2008 já, það hefur sennilega verið Kristján Óli Sigurðsson við vorum með Soran Milkovits fyrir þá sem þekkja til þetta er já, og hann lét menn hafa óþvegið á til sko. Já, Soran, já. Ekki Kristján? Jú, Kristján líka, hann lét nú ekki bjóða sig hvað sem er sko. En þetta var geggjað tími, ég var ekki bara 16 ára eða eitthvað og já, þú veist það voru margir karakterar og ógeðslega einhvern veginn já, geggjaði tími líka því að voru alveg margir svona uppaldir sko, og liðið var gott sko, og bjóst enginn við neinu og svo mæti Soran og bara tekur einhvern veginn liðið allt í gegn sko, og allt svona í kringum liðið og ég pumpandi í boltana og eltandi í boltana eftir æfingar og eitthvað en já, Kristján Óli vannmetinn sko, hann hafði bara engan veginn hausinn í að vera einhver leikmaður sko. hann var með gæði sko, en hausinn bara jössalega í ruglunni sko. Önnu frá gesti frá Kela hann spyr Eiki Rafa eftir 2 rauðinsflöskur eða Raggi Trausta eftir 10 kalda hvor var hættulegri leikmaður? Þetta við verðum held ég að setja á Ragga Trausta ég veit ekki hvort að ég er ekki að gera grína þessu en ég man alltaf eftir á Selfossi ég var að mæta á Hvításið að horfa á leiki, þeir voru þá með pitsur og sýndu ensku úrvalsdeildina og Raggi Trausta er mikill Liverpool-maður og hann er rosalega ermæltur og að halda með Liverpool á þessum tíma það var hræðilegt fyrir
svona ermæltan mann því að liðið var sem sagt á Pepe Reina, svo var það Carragher og svo var Steven Gerrard og Torres og frammi og þetta var bara versta lið sögunar til að vera fyrir ermæltan menn þetta var í alvörunni, það var hver og einn Mascherano, það var bara allt liðið var bara uppfullt af einhverjum R-mönnum og bara helst menn voru að bóla Raggi út þetta. já, í alvörunni sko, helst bara 4 R í hverju nafni og Raggi var bara, já, einmitt algjör toppmaður sko og ég held ég að taka Ragga þarna og fá horfa á Liverpool-leik. Já ef þú þurftir að velja þér 5 sæt með bestu leikmennum sem þú spila með Þú fórst að bæla í futsal eða ekki? ég tek það eftir, það er annars spurningi Okay. Þessi er alvöru erfið sko. Já, gott Já ég held þú þarft ekki að standa við það sem þú segir þetta er bara það sem kemur fyrst upp í hugan sem kemur fyrst upp í hugan af því að manni langar aldrei að særa neitt í svona þetta sko. er bara fyrst upp í hugan bara fólki, Rúnar Alex í markinu bara given, mér finnst Rúnar Alex skemmtilegt sjátt mér finnst Rúnar Alex ótrúlega góður markmaður góður í fótunum, leikskilningur bara og geggjaði markmaður karakter hann er svona sem kemur fyrst upp í hugan í markinu bara með öllu markmönnum sem ég spila með sko. Aftur, núna vona ég sé ekki að gleyma einhverjum og særa einhvern þetta svona kemur fyrst upp í hugan hvað eru við, 4 svo útileikmenn þá þetta er erfitt maður Hvernig stillir maður upp í 5 sæt? eins og maður vill held ég bara ég held að ég myndi að hafa 2-1-1 Ok, og þá yrði ég að taka 2 hafsendar já ég held ég yrði að taka leikmann sem ég spilaði með í Sarpsborg sem heitir Jeremy Berthaud, franskur og hann var 4-faldur meistari, franskur meistari með Lyon Já og einhverja hluta vegna endaði hann í Sarpsborg ég bara veit, ég er ennþá orðinn átt að maður því hann var rosalega góð leikmaður hver er að tala mér langar samt eiginlega að hafa þetta svona íslenska leikmann sko. Þú ræðið samt sko já, ég veit að maður aftur, maður vill bara ekki vera leiðilegur sko. Svo ég veit ekki hvort ég þekki gæða sem heitir Emre Mor ef einhver er að hlusta á þetta podcast þú veist, nenni að googla Emre Mor bara hagg 17 ára sko þetta er bara, ég hef aldrei séð svona áður bara, Dortmund akkur er hann ekki bestur í heiminum í dag já, það er bara það sem ég er að spyrja maður en hann hausin á honum er bara ekki til stað já, góð spurning ég spilaði með honum í Norsjöland og þetta var þannig sko að bara fyrsta æfingin sem hann kom upp úr U17-liðinu í aðlið að maður vissi ekkit almennilega bara, þetta var einhver strákur úr 17 sem var búinn að skora eitthvað þvíldamörkum fyrir 17 lið og svo á fyrstu æfingunars þá erum við að æfa 1 á 1 og hann lendir á móti besta varnarmannum okkar hann fyrir fram hjá honum 8 sinnum af 8 skiptum og við vorum bara eitthvað svona ekki alveg að skilja þetta bara svona allir eitthvað að dissa varnarmann eitthvað, ertu ekki komin í takaskóna skilur eitthvað sko svo byrjaði bara æfingin og fórum að spila og ég fæ bara gæsa á því að tala þetta ég bara hef aldrei séð annað eins bara stefnubreitingar, hraði, jafnvægi pínu lítill sko, örfættur, tækni skot, þú veist ég er ekki að grínast, þarna var ég bara ok, hann tekur við 10 af Messi þegar hann hættir í Barcelona og ég held að ef hann hefði verið með hausinn í þokkalegu standi þá hefði hann gert það, þú veist, ég er ekki eins og að djóka sko. Var hausinn ekki leið? Nei, bara alveg sko, bara út úr kortinu sko. Hvað er hann í dag sem er? Hann er komin eitthvað Fatih Karagurum eitthvað liði í Tyrklandi sjáðu hvað er langt á milli með hausinn já, þetta er ótrúlegt sko það geta allir bara skoða klippur á YouTube þessi gæi, hann ég heyrti þetta nátt sko nei, þú veist, einmitt ég hámaði hann í mig á YouTube sko var Óli Kristján þjálfur þarna? Já, hvort sennilega eða hvort að Kasper Hjúlmann hafi verið já, eða landstjálfur Danmerkur já ég man ekki hvort hann kom upp hann sennilega er Óli var frekar en Kasper Óli náði ekki að trilla nægilega vel nei en já, ég held að enginn hafi náð því sko, hann er búinn að fara hvað Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos veist, hann er búinn að fara samt í alla þessa klúbba en sem er samt merki að hversu mikla hæfileika hann hefur að það er alltaf stórlið tilbúin að taka sénsinn á honum en svo núna, þú veist, þá er hann að vera 24-5 og ég held að lið sé orðin bara þetta er ekki verið að gerast einmitt. En ég held ég yrði bara að hafa hann þú veist, og bara sjá hvað hann gerir sko. Þetta er svona Freddy Adu dæmi sko. Já, smá sko veist, þetta er eiginlega, já en þú veist, hann var náttúrulega seldur okkar með tvéðna til Dortmund sko og þá voru bara öll lið
heimsins eftir honum sko. En það er eitthvað erfiðu bakgrunnur hjá honum, eitthvað með pappa hans og eitthvað svona þannig að, og eðlilega hefur það bara áhrif á manneskjur sko, þegar það er eitthvað svoleiðis sem að býra baki. En ég held ég yrði að hafa hann inn á bara svona því að ég horfði á hann bara æfingum og ég bara skildi ekki hvað er í gangi sko. Ok, Rúna Alex, Emery Moore. Já, og Jeremy Bertaux. Já, Bertaux. Og ég takk New York eitthvað. Spilaði með rosalega góðum því að vantar eiginlega varnamann núna sko. Já. Hann heitir Alexander Cayens, landsliðsmaður Perú, mjög góð varnarmaður sko. Ég veit það ekki maður, það er svo leiðilegt að vera nefna ykkur að gæja sem enginn kannast við sko. Það er þú veist, allir myndi ekki bara henda að því vorum að tala Ragga Sig, ég myndi bara hafa hann með mér í vörðinni líka. Já. Ég hef viljað fá Vögina fram, en ok. Já, Vögin fram líka. Já. No joke, veist, Vögin skilur við bara þegar maður spila með honum, ég hef aldrei spilað með frammera sem hefur betri hreyfingar en hann að finna hann sko. Það er bara í teiknum skilur við, þetta er bara já, ég veit það ekki alveg. Við vorum alltaf saman svolítið í yngri flokkunum og já, ég hef aldrei spilað með frammera sem hefur betri, það bara markar rekord þegar hans tala sínu máli skilur við, þetta er ekki flókið sko. Það er bara þannig. En bara finna hann inn í teig eða hreyfingar í gegn eða veist, það er bara, já, og svo náttúrulega finni sér veist, bara já, ég þarf vel ekki að segja neitt mikið meir hann sko. Ok, ein stutt ef þetta er að stilla upp five-a-side fyrir futsal-leik nema þú ert bara að velja útispilarana okay. Og þú ætlar aftur að spila 2-1-1 og já, fyrir futsal þannig að þú mátt alveg raukst tækni futsal, og ok já, ok, þarna erum við sko, já, ok þá erum við með sko Viðar klálega frammi og við erum með Jónda fyrir aftan hann og við erum með mig vinstra megin í vörninni og hægra megin í vörninni einhver Íslendingur svona, hvernig er ég að fara að nefna þar futsal svo náttúrulega, veist, ég hef spilað með svo mörgum góðum Íslendingum sko. Mér finnst Hólmar fárlega vanmetinn, Jón Guðni er fárlega vanmetinn, ég ætla ekki að hafa mig í þessu lið, ég ætla að hafa Jón Guðni að vinstra megin og Hólmar hægra megin, en svo ætla ég að setja það 2 hafsenda? Já, ég myndi vera með já, af því að Jón Guðni og Hólmar eru vanmetnir á boltan finnst mér líka sko. Þannig að ef ég á að taka bara Íslendingar sem ég spila með, þá myndi ég setja Hólmar hægra megin, Jón Guðni að vinstra megin, ég ætla að taka Jónda út og setja Ísak Bergmann þar og Viðar frammi, Jónda er á bekknum með mér já af því að ég held að Ísak Bergmann sé betri í futsal heldur en Jónda ok, negla já, frábært, mjög gott svar shit maður, ég er í alveg að fokk sko, ég spila með allt og mörgum já, þú ert ekki að standa við þetta, það er ekki að fara að rukka þig bara, herri það verður einhverjir sárir sko aðja, ekki lofa því aðja þá fæ ég bara einhverja hatturskilabóð, það verður bara að vera þannig já, sjáðu eftir selur sem fór í Gary Martin spyr Sörensson sko nei já, þetta er bara þetta er fyrir út fyrir minn bara svona ég er ekki í þessari pólitík það er í samfæli hart að segja já sko nei, ég er bara að segja, þú veist, ég er stuðningsmaður Selfoss og ég reyna að fylgjast með og ég fylgjast alveg með hvernig gengur en þú serð ekki að þú segja nei, ég meina að einhverju leiti finnst mér finnst Selfoss einhvern veginn að einhverju leiti finnst mér bara flott þegar að náði Gary Martin verið að hugsa svolítið stórt og bara vonandi komist upp ári ég held að það sé svona besta svarið að mér finnst ekkit að því að þeir hafi reynt að fá Gary Martin og farið bara lagt allt í þetta einhvern veginn mér finnst það alveg því að það sýnir svona metnað sko og sýnir, þú veist, að menn eru að reyna eitthvað sko en svo virkar það ekkert alltaf en ég gef alltaf fólki kredit sem að fer og leggur allt í sölurnar sko þannig að ég ætla að orða það þannig þetta er frábært svara þegar hann hefur sýnt að hann á helling á tanknum sko já, ég meina, þú veist svo, það þarf líka 10 aðra sem eru góðir skilur og ég er ekki að segja að 10 aðri séu lélegir í Selfossi, ég er bara að segja að það þarf að virka heilt lið, þú veist, það er ekki margir leikmenn sem er eitthvað að fara að taka Selfoss upp bara á eigin spýtur sko. Þannig að ég ætla að gefa bara mínum mönnum í Selfossi kredit fyrir að hafa lagt allir söldunar og sótt hann já, hefði ekki hentað Jóni Guðbrands og Selfossi betur ef hann hefði valið körfuna á sínum tíma spyr mækarinn Jón Guðbrands, ég veit ekki hvað ég að segja mörg orðum hann hérna sko, en náttúrulega vanmetinn leikmaður sko, en einn af þessu leikmennum sem hefði svona geta haft hausinn í betra standi svo hann myndi ná aðeins lengra myndur líka hausinn hans og Emery Moore?
Já, ég held sko fyrir þá sem eru svona alveg all-in fótboltaðendaður, þá held ég að sé til vídeo af Selfoss IA 2009 þegar við förum upp og Jón Guðbrands sem setur á bekkinn, kemur inn og skorar, hleypur svona þjálfaranum og svona eitthvað hérna sko, og þetta lýsir Jóni ágætlega sko, það er alvöru karakter sko, en þetta tímabil 2009 sko, hann var ógeðslega góður og þetta var auðvitað, það má segja allt um íslensku fyrstudeildina, en ég meina þú veist, að lokum þetta bara fínustu lið sem eru bara að reyna að byggja saman eins gott lið geta til að fara upp. Já. Og bara allt í lagi level og menna að æfa bara þokkalega vel sko, þannig að við vorum með helviti marga góða leikmenn á þessum tíma sem einhvern veginn svona blómstruðu svolítið á réttum tíma myndi ég segja, og Jón var klálega einn af þeim sko, og bara máttar stólpi í rauninni í þessu liði sem að komst upp sko, en svo ég veit ekki hvað það er, hann fær ofta eitthvað skít sko, en Jón er minn maður sko. Já, aðeins ef við förum í aðra umræði, nú ert þú samningslaus, hver er því svona, er einhver næstu skrif, er eitthvað í deiglunni? Já, ég sko, ég er nú bara að reyna svona að taka þessu rólega og reyna að velja rétt og þá ætlum ég bara að vera alveg heiðarlegur með það að svona eitthvað sem ég get átt bara þægilegt gott líf og eignast svona smá meiri pening, það er svona eiginlega bara markmið, og á kærustu hún ætlar að reyna að koma með mér og ég vil að hún njóti sín þar sem hún er, þannig að þetta er svona það sem ég er að taka inn í reikningin og lítur bara ágætlega út, þú veist, þetta er auðvitað, maður veit einhvern veginn aldrei í þessu þegar maður er samningslaus, þetta getur svona, það fer svolítið í allar áttir oft á tíðum, en hérna bara, þú veist, það bara styttist í taki í rauninni ákvörðun hvað ég geri, og hérna eins og það lítur út núna er ég bara mun ég verða mjög sáttur með þá ákvörðun, en ég er alveg með metnað í fótbolta og langar alltaf að gera vel það sem ég er, en svo er ég líka bara að vera 30 sem er eitthvað bilað gamall, en þú veist, ég fatta að ég er ekki að fara í ensku úrvalsdeildina, þannig að eins og ég horfa á þetta þá langar mér líka bara svona, þú veist, mér langar bara að líða vel, skilur, og bara njóta þess að mæta æfingar, leggja mig fram, en eiga gott líf. Já, á sama tíma, þú veist, eiga gott líf og hérna, svo kannski ringi síminn á morgun og það er eitthvað liðið Sádi Arabíu og ég fer, skilur, en það er samt svona markmiðið mitt að bara svona hafa gott, skilur, og vera í fínu fótballaliði, en fyrst og fremst bara svona að lífið sé ekki þægilegt, það er kannski vitlaust orðað, en að lífið sé gott í kringum það. En vorum að sagði reynda bara fyrir þátt reyndar var ég með núna, en þú veist þú fer frá New York City, var það á þínu frumkvæði eða frumkvæði félagsins? Nei, það var algjörlega á frumkvæði félagsins. Ég var með svona option ár, svo ég sletti ennina ferðina svona option ár? Hvernig myndi maður í framhalds? Ertu að bara tala um bara 2+1 sem að klúbburinn bara báðu, já, ok, já. Það er bara, þetta var sko MLS, minn samningu var þannig að bara klúbburinn réði því. Ok. Og bara til að tala hérna íslensku þá fóru launin svolítið upp þetta síðasta ár og þeir sóttu 2 nýja yngri vinstri bakverði fyrir þetta tímabil sem að þeir vilja bara svona, já. Er þetta kanar eða? Nei, Dani og kom frá Hollandi, en ég held, nei, hann er enda bandaríkjamaður. Sóttu hann frá PSV, ég held hann að ekki komist að hjá aðliðinu þar og þeir tóku hann tilbaka. Og hérna já, og þeir fannst bara ekki þess virði að setja svona mikinn part af launabudgetinu eins og þetta er í MLS uppbyggt, að þeir tjáðu með það að þeim fannst það ekki þess virði og allir að hvenær vissir þetta? Eða þú veist ég vissi þetta svona, ég skynja þetta frekar snemma sko, en svo fæ ég þetta staðfest svona eiginlega staðfest í kringum kannski september, október. En var það ekki þannig að þú gæst bara svona stendum fókið vel að þá mögulega næja krist út annað ár, eða? Er þetta að meina eða það er bara það vel að þú hefði fengið ég stóð mig það vel, skilur unnum deildina og ég var ekkit alveg viss sko, af því að þeir tilkynna mér þetta síðan daginn eftir að við vinnum deildina
það er kalda kveður Já, þetta var rosalegur tilfinningar rússibanni hana, við vorum að vinna deildina og fagna því alveg Já, svo svo bara, brjálæðingar hey, og svo gamli. daginn eftir bara já, þannig að hérna, þeir tilkynna mér þetta þá en ég man ég mætti á þann fund og ég var alveg svona, við unnum deildina og ég spilaði úrslitaleikin og var að vísu meiddur hana, ég meiddist það svolítið leiðilegu augnabliki allavega skiptir ekki máli en ég spilaði úrslitaleikin, spilaði mjög vel yfir allt tímabilið, þannig að ég var bæði og að vonast eftir að þeir myndu framlengja taka þetta ár sem sagt en svo líka, þú veist, ég elskaði New York og allt þannig en auðvitað þetta líka bara mikið, þú veist, að lokum býi bara fyrstu 19 ára ævi minnar á Selfossi og Vestmannum þannig að vera allt í einu fluttur til New York og einn og það er auðvitað alveg bara wow, þú veist, einhvern veginn svolítið og ég fekk alveg kultúrsjokk þegar ég flutti fyrst sko bara klálega, en að vísu fekk ég eiginlega bara 3 vikur í kultúrsjokkinu og þá lokaði allt sko út af heimsfaraldurinn en já, það var alveg þeirra ákvörðun sko að taka ekki það ár og bara auðvitað svekkjandi, en þú veist, þetta er bara business einhvern veginn á lokum og maður bara skilur þá ákvörðun að ef að þeim finnst ekki þessu virði að taka þetta stóran part af launatjekkanum í mig, þá er það bara þannig með 2 yngri leikmenn eins og þú sagði samt líka, þú veist, þú spilaði rústla leikinn og businesslega séð það eru margar verri leiðir til þess að koma inn í frjálsan marka algjörlega, þú veist, og það var náttúrulega umbóðsmaðurinn vildi eiginlega ekki að þeir myndu taka framhaldi, sko, en það var bara því að ég flutt svolítið mikið og það tekur alveg á að flytja alltaf að skipta umhverfi, kynnast nýju koma sér inn í hóp og ég var þú veist 2 ár í Noregi, svo fer ég 2 ár til Danmörkur, 1 ár í Noregi 3 ár í Svíþjóð 2 ár núna í New York, þannig að þetta er alveg svolítið mikið sko en auðvitað margir sem hafa upplifað miklu verið en það varðandi að vera skipt lið og flytja sko en að því leitinu til hefði alveg verið til í að taka 1 ár í viðbót bara svona með mitt umhverfi og farin að þekkja eins inn á borgina og þekkja inn á hverfi mitt og liðið og koma með félaga og þannig að það var svona alveg það sem var í mér svona að vera ekki bara 1 ár í viðbót en eins og þú segir alveg spennandi tilboð núna, bara svona öðruvísi tilboð og spennandi, þannig að maður bara svona í rauninni bara jákvæður höfuðverkur, má orða það þannig. Algjörlega. Það er eitt sem ég langar að spyrja að lokum varandi MLS, það er draftið, það er drafturinn, maður verður að sletta maður verður eiginlega, já. Bandaríkinn sko. En hérna, við vorum eignast nýjan MLS-leikmann í Dynamo Houston, í Þorleifi frá Dúb. Já. Held ég alveg örugglega, kom frá Breiðabliki þar á undan. Mér langaði að spyrja þig bara að því að þetta er ekki eins og í NBA, þar sem að leikmenn bara, þeir drafta á skóluna sem að allir bestu leikmenn í heiminum eru staðsettir í háskólunum. Þarna ertu að drafta leikmenn, en svo ertu með frjálsa marka. Hvernig eru möguleikarnir hjá þeim að spila sem eru draftar að þinni reynslu í gegnum draftin? Að minni reynslu mér finnst rosalega leiðilegt að segja þetta en nánast engin. Það er bara við dröftum einhverja 2 gæja í fyrra og það bara þeir æfðu annars slagið með okkur. Ég veit auðvitað ekki hvernig þetta er hjá mismunandi liðum en það er rosalega erfitt en auðvitað vona ég að honum gangi bara rosalega vel á æfingum og sýni sig og sanni og fá að spila en af minni reynslu sem er bara þessi 2 ár að þá verð ég bara að vera heiðarlegur og segja bara það er rosalega erfitt að komast að svo hjá liðinu sko. Og ef hann er framherji þá myndi ég halda að þeir séu örugglega með eitthvað svona DP leikmann þessi player frammi einhverja Suður Ameríkumenn sem eru örugglega mjög góðir ég er bara fabulegur að giska núna sko. En það er svona eins og ég sé þetta hjá flestu liðum og við dröftum voru ekki 2 leikmenn sem við dröftum bara, maður bara pældi ekki einu svona í því að þeir var að fara að spila eitthvað sko, sem er auðvitað leiðilegt að segja það skilur en frábært skref hjá honum og geggjað að hann hafi verið tekin inn og hann mun pottið bæta sig þvílíkt sem leikmaður að vera í þessu umhverfi og alltaf Dynamo Houston alltaf þeir séu ekki á vestuströndinni því að við vorum ekki að mæta þeim þannig að ég þekki ekki alveg liðið hversu góðir eru en leiðilegt að segja það sko en ég held að það er rosalega erfitt allavega þá fyrir þá sem eru draftaðir
úr háskólaboltanum að komast að og spila, það er bara mjög, mjög erfitt. Já, er það almennt, eða þú veist, svo náttúrulega Allt hægt í þessu sko, en oft er þetta bara pólitík, skilur Já. að ég er ekki að segja að því að þeir eru svo lélegir, Nei. alls ekki, en oft er þetta bara að þú ert búin að sækja einhvern Suður Ameríkumann á miklu kannski keypt hann fyrir þessu pening og þá er þetta bara pólitík, við erum að eyða þessum fjárhæðum í þennan gæja, við verðum bara að fá hann í gang og við verðum bara að nota hann og veist, dröftu einhvern gæja, hverjum er ekki sama skilur, oft er þetta bara þannig pólitík líka og bara sem er ekkert eðlilega erfitt að vinna sig upp úr sko, en það hafa menn gert það skilur, þannig að veist, bara, maður vonar að það bara gangi upp. Já, hann vonum að grípa í gæsina. Já, aðeins að landsliðinu, Arnar Þór Viðarsson, hvað lístur á hann? mjög vel, ég fíla hann í bótt sko, og bara já, hann reyndar hérna, já, góð saga, ég mætti núna í landsleikina við Rúmeníu og ég svaf yfir mig, það var ekki nema 10 tíma mismunur á hvar vorum við vorum ekki í Budapest, það er í Ungverjalandi Búkarest, já, sorry og New York og ég svaf yfir og hann tók töfluna og hann eiginlega braut töfluna og ég sko ég elska það svo. Já, býttu, leið mér að klára þessu tölum svo þetta en maður náttúrulega vaknar við það að það er einhver að hringi í sig og bara þá að Birkir að hringi mig og bara gummi, það fundur þetta þannig að maður fær hjartaáfall, skilur bara Birkir Bjarna? Já, Birkir Bjarna var að hringja, láta mig vita að væri fundur fyrirliðin bara, já og ég náttúrulega bara, þú veist, hérna bara eitthvað hoppi ykkur á buxur og svo bara hleypi ég að lyftunni niður svo eitthvað, mæti ég eitthvað, sorry eitthvað, sess niður og svona, ég bara ná andanum það tekur allir töfluna bara og neglir í hana og ég náttúrulega aftur, veist, ég sverða púlsina og verður aldrei slegja frætt á ævinni sko. Ég var bara eitthvað, oh my god, eitthvað búin að ferðast þarna deginum áður, bara, ég veit ekki hvað lengi sko. Við erum ekki mættir eitthvað, hérna alveg brálega sko. En þetta var, já, ég fíla hann í bótt sko og auðvitað rosalega erfitt að taka við á þessu augnablíki þar sem að gullkynslóðin er svona já, svolítið að stíga til hliðar og öll þessi umræða sem hefur verið í gangi náttúrulega og þetta er bara, þú veist, fárlega erfitt en ég fíl ekki að trúa á hann er náttúrulega unni með mörgum af þessum strákum í U21 og þetta eru rosalega efnilegi strákar og ég, þú veist, eins og umræðan var einhvern veginn, ég fylgi svona ekki mikið með því en svona það sem maður sá að umræðinni, mér finnst það bara skammalegt í alvörunni, þú veist það sé tala svona unga íslenska leikmenn sem að taka sín fyrstu skref og komast í flotta klúbba mér finnst bara ótrúlegt að þú veist, umræðan sé þá svona á Íslandi einhvern veginn að af hverju ekki að sína smá karakter og styðja þess að gæja og reyna að skilja hvað þú veist, mér er alveg sama þótt eitthvað sé að drulluðu mig, þú veist, að ég er orðinn 29 ára, ég get bara alveg tekið sko, bara, en ég veit að þegar ég var 21 árs, 22, ég hef ekki getað tekið, mér hefði bara þótt að ógeðslega erfitt að umræðan hefði verið svona, hvort sem það er persónlega eða á liðið sem heild og mér finnst það svo lélugu karakter að sita og vera að skrifa hvað maður er að gera liðið og það sé svona neikvætt, af því að, þú veist, hvað eru við ekki með? Við erum með Ísak Bergmann sem er seldur bara í FCK sem er geggjaður klúbbur, þú veist, við erum með Alfons Samstedt sem er orðinn 2 árum Noregsmeistari og er eflaust að fara að taka eitthvað stærra skref Andri Fannar spila á Ítalíu núna í FCK, Hákon strákurinn sem er að taka skref í FCK er með rosalega Íslendinga já, ég er að segja það sem er að koma upp líka Orri, þú veist, það er svo margir strákar Guðjónsson sinirnir Brynjar Ingi náttúrulega staði sér frábælega í þessum landsleikjum Willum, þetta eru bara svo margir og einhvern veginn að hafa, að gefa þeim ekki frekar bara allt í lagi, ég skil alveg að það máli vera gagnrýni og það má alveg en þú veist, eins og þetta hefur verið bara svona að það sem að ég hef heyrt hefur bara verið hálfgjör skítkast og þú veist, ég vona svo mikið að þessi strákar tróði sokk einhvern veginn og bara komist á stórmót aftur af því að hefur trúið? Ég er bara 100% þú veist, bara, þeir eru það góðir og ef þeir taka, eins og Addi hefur líka talað ef þeir taka sér skref, þú veist, þá ég held þá bara Íslandum komast aftur á stórmót ekkert eitthvað, bara alls ekki það langt í það en það snýst bara eins og Addi segir réttilega að þeir taki bara þessi skref núna næstu 1-2 árunum og þá er þetta bara orðið aftur geggja lið af því að þeir hafa hort á þessa gullkynslóð, skilur, þeir hafa lært af henni og eða þú veist, ég get alveg tekið mig inn í það, skilur, maður hefur sjálfur hort á þessa stráka og verið bara svona, ok, þú veist, að læra að þeim hvort sem það er á vellinum
eða af einhvern veginn hvernig þeir haga sér sem atvinnumenn líka og þú veist, þannig að mér finnst það svo eitthvað, þú veist, já, ég veit það ekki mér finnst það ógeðslega dapurt að vera eitthvað að tala yngri menn og einhvern veginn já, ég fíla það bara ekki neitt sko, það má alveg vera gagnrýni en þá þarf að leiða orðið eitthvað svona skítkast eitthvað, þetta lið get ekki neitt og engin áhugi og eitthvað bla bla bla, þú veist, það fer bara í töðunar á mér, ég bara viðurkenni það af því að ég veit hversu efnilegir eru og ég vona svo innilega að þetta bara svona smelli einhvern veginn og við komumst á stórmót sko. Og ég vona að ég verið partur af því líka, þú veist, ég ætla að reyna að halda mér í standi nokkur ári viðbót sko. Hver myndir þú tippa á að myndir leiða þetta lið inn í þessi stórmót ef þú ættir að gera það núna? Já, ég sé Albert og Jón Dag persónulega. Já, Takk á langt. Albert náttúrulega ógeðslega góður, Jón Dag líka. Ég var bara að hugsa svona aðeins yngra. Ísak náttúrulega. Ísak að sjálfsögðu, já. Og ég er mikla trú Andrafannar líka. Alfons, Elias, Rúnar Alex, Patrik er líka, þeir eru með alltaf góða markmenn sko. Og svo náttúrulega Andri Lukas það er mjög góður. Þetta er í alvörunni, þetta eru svo efnilegi strákar sko. Erum við að tala bara nýja gullkynslóð, jafnvel, mögulega, ef þið taka skrifið eins og þeir? Já, aftur, ég vil heldur ekki, ég vil bara svona vera, ég vil bara vera þarna og segja bara að þetta eru ógeðslega efnilegi leikmenn og þeir geta alveg. Það er eiginlega bara svona mitt take, einhvern veginn. Ekki spurning. Já, ég var alveg heitur hana, ég fann að ég var svona þolíkið þegar eitthvað. Hversu svekkjandi var það fyrir því að fara ekki með á þessu stórmót? Ef við tökum bara EM og HM, varstu einhvern tímann í lúpunni eða komið til greina? Lúp? Já. Talandi lúp? Varstu einhvern tímann í lúpunni? Já, sko, nei, ég held ekki. Þú veist, ef ég bara er alveg heiðalegur, ég held svona eins og ég sé þetta, þú veist, þá bara höfðu Lars og Heimir ekki trú á mér, skilur einhvern veginn, já. Og það var mjög svekkjandi af því að eins og við vorum alltaf með mjög gott út á einslanslið og það fara upp úr því hvað Sverrir, Jóndaði, Arnór Ingvi, ég gleymi einhverjum, Hörður Björgvin, þeir fjórir og mér fannst ég alls ekki síðri en þeir. Þannig að það var bara ógeðslega erfitt, bara þú veist, auðvitað, ég meina ég ætla ekki að ljúga neinu hverjum langar ekki á fucking stórmót sem er búin að æfa sig í fótbolta bara síðan að mann eftir sér og er bara á því leveli að geta alveg verið í hópnum þannig að, en ég fekk bara einhvern veginn aldrei tækifæri til þess að sína mig að sanna og bara átti bara mjög erfitt með það, bara líka í félagslið, þú veist, bara svona bara pirraður og það bara hafði mikil áhrif á mig, mér varst bara erfitt að horfa á landsleikina og voru menn að koma þér og pota í því svona bara hei sér landsliði, akkur þú ekki hana? Þú ert Íslendingur hana og Íslendingar stansi vel og þú ert á þessu level eins og segir, skilur við? Jú, en bara á þessum tíma ég var hvort er að tala EM eða HM þarna? Þarna er ég náttúrulega, þú veist, eiginlega bæði sko. Hvort svekkið þið meira, hvort varst þú meira að verðskulda? Örugglega meira HM en ég var samt í Rosenborg, þú veist, að vinna tvöfalt þarna þegar EM var og mér fannst, þú veist, á komnum aldrei til að koma inn í hópin einhvern veginn en svo er þetta bara lið sem að virkar, skilur, af hverju eigar að vera að breyta því og ég skil það alveg það er samt alveg hægt að hafa í hópnum sko? Algjörlega, en bara svona frá ef maður hugsa þetta bara svona persónlega bara ógeðslega erfitt og vont og þetta bara hafði bara eftir að hyggja allt og mikil áhrif á mig líka það sko að ég var bara ekki einu sinni í, þú veist, virtist vera bara 80 manna hóp eða eitthvað, eða skilur og það var bara mjög erfitt af því að hvernig er líka hægt bara að vera að vinna tvöfalt með Rosenborg og vera starter alltaf og vera bara ekki í lúpunni, skilur já, ég var meira og minna alltaf í byrjunarliðin í Rosenborg ég var einhverja nokkra leiki á bekknum og bara til að vera alveg heiðarlegur, skilur en auðvitað fannst mér það mjög sérstakt og sérstaklega kannski af því að þeir taka upp þessa 4 stráka úr út á eins og skilja mig eftir það fannst mér svona eiginlega erfiðast að skilja og svona, ef þeir tóku alla þá 4 upp, hvernig var ég skilin eftir það var líka svona eitthvað sem mér fannst mjög erfitt svona, þegar ég hugsaði tilbaka sko, og já, þetta bara hafði bara mjög mikil áhrif á mig það var bara mjög
svekkjandi og erfitt af því að maður veit svo mikið hvað maður hefur lagt á sig eins og bara allir gera sem komast á eitthvað level í fótbolta en þú veist, ég datt bara alveg í svona fórnarlamba hugsunarháttin bara af hverju ég og ég man ég fór í bara svona hálfgjöra tilvistakreppu eitthvað með mig með karakter hvernig ég er sem karakter, er ég slæmur karakter, er ég sem ég er örugglega að einhver leiti svona erfiður svolítið sko, eða svona, þú veist, ég bara svona segi hlutin eins og þeir eru eða spila ég kannski bara öðruvísi fótbolta, ég vil náttúrulega helst, þú veist, halda boltanum mikið, en guð minn góður, ég get hlaupið og barist, skilur ég veit það ekki, þetta hafði bara mikil áhrif á mig og bara var bara mjög, mjög erfitt að, þú veist, vera bara svona rétt fyrir utan þetta einhvern veginn. Fékkstu símtal eða eitthvað til að útskýra? Nei, ég man að Heimir kom eitthvað tímann í heimsókn til Noregs á eitthvað leik sko, og talaði eitthvað við mig þar eitthvað Nei, það var meira bara svona eins og hann væri bara hér bila að skáta mig eða eitthvað fyrir landslið ég skildi það ekki ég skildi það aldrei svona almennilega af því man ég átti geðveikan leik þegar hann kom sko. En þú veist, eins og ég segi svo bara kannski metaði það þannig að mínir styrkleikar hjálpi ekki í landsliðinu eins og þeir vildu spila skilur og þá aftur, þú veist maður verður bara að virða það og þetta gekk bara fárlega velja þeim og þá skilur maður það líka bara en þú veist að sjálfsögðu samt svekkjandi að sitja eftir og svona fá ekki alveg einhvern veginn tækifærið og eins og við tölum, það er enginn að tala um að hoppa beint með inn í startið sko, bara að fá það inn í hópin sko. Já, guð, þú veist og ég ekki, ég ætla að vona fólk haldi ég sé ekki alveg heimskur bara og fatt ekki hvað þetta gekk vel og auðvitað bara breytir maður því ekkert og bara frábært skilur og að sjálfsögðu, þú veist fagnaði maður þegar það gekk svona vel en samt var maður bara svona hvað þetta er vont að vera að horfa á þetta og bara finna bara einhvern veginn í vöðvunum og bara maður kann allar þessar hreyfingar, maður getur þetta allt maður fucking nennir að hlaupa, maður nennir að berjast þú veist, maður bara svona ég á að vera þarna einhvern veginn þetta er ógeðslega skrítin tilfinning sko. bara vont það er bara ekkert öðruvísi sko. En já, hér er maður í dag Já, nýjórn nefnilega Nei, ég er ekki að meina það, ég bara meina maður liði þetta af sko. Já, en ég er að meina bara og startir í landsliðinu dag Já, þá fyrir við í seinni hlutan Stærsti leikur með félagslið og landslið? Stærsti leikur, það lítur nú eiginlega að vera úrslitaleikur núna með New York þetta var alveg svakalega einhvern veginn maður fann svona mikil umfjöllun og mikil svona spenna fyrir þessu leik og þetta er alltaf að stækka í Bandaríkjunum þannig að það lítur að vera stærsti leikur með félagslið með landslið, þú veist ég er nú ekki hvað allir 14 landsleiki ég veit það ekki eins og niður en það lítur að vera bara þú veist, Rúmeníuleikurinn eða eitthvað, bara núna fyrir stuttu þegar maður er bara að spila þessa leiki sem eru í undankeppninni Varstu ekki eins og í þessum æfingahópum fyrir HM? Nei, bara ég held ég ekki eins og bara við tekin inn í janúarverkefnin sko, ég man það rétt og það voru leikmenn af Skandinavíu sko. Hatar KSI þig? Nei, ekki KSI, ég held bara þú veist, að Heimir og Lass hafi bara verið einhvern veginn þegar á bara séð eitthvað mig sem var bara, nei, þetta mun ekki virka Hvað með King Hamre? Já, svo var ég tekin inn í hópinn þar sko. þá var ég að spila náttúrulega bara, við vorum hásbreytt frá ég að vinna deildina í Svíþjóð með Norrköping þá var ég tekin inn sko. En svo datt ég aftur út yfir eitthvað tímabili Ég ætla bara að segja það og það er bara mitt mat að ég sakna Hamren Já hann stóð sér vel með okkur Já, og aftur, þú veist, tók bara við skilur, það er bara ekkert grína hann, þú veist, reyndar hann var ekki til við Sömmál og Arnar öðruvísi, en það voru, þú veist hann náði aldrei glugga með alla heila sko. Nei, en ég held að mistökin hjá Hamren voru sko að hann hefði þurft að vera sá aðili sem að blanda þessu aðeins, þú veist, hélt í kórið en samt svona fór aðeins að koma inn með ný hann var doldið að treysta bara alltaf á gömlu kynslóðina og maður skilur að vissu leiti en eftir á higgja er alltaf öll að vitur eftir á en þá hefði hann að mínum að þið mátt svona aðeins koma inn með nýja leikmenn og fara svona hægt og rólega þú veist, það sem Arnars og lendir kannski í er bara skellurinn kemur einhvern veginn og lendir á honum sko. Það er bara allir að hætta, allir að fara þannig að það er svona mistingin sem mér fannst Hamren gera sko, ef að ég má svona tala út frá mér sko. En já, þannig að stærsti leikur með landsliði er bara fyrsti landsleikurinn eða eitthvað það var eitthvað í Katar ef ég man rétt
mútið Svíum, það er svona alveg sérstakt augnablik svona að fá fyrsta landsleikin sko. En ég hef ekki spilað hérna stærri landsleiki Nei, ekki ennþá Leiðinlegasti leikmaður á velli sem þú hefur mætt? Það er vinur minn Ásgeir Börkur held ég Jesús minn hvað hann nefndi að tala skít og tækla mann sko. Svo spilaði ég með honum og þetta er einhver mesti öðlingur sem ég veit sko. Þetta er svona gæði sem að elskar að vera með í liði en hatar að vera á móti. Já. Gott dæmi þannig að Besti leikmaður sem þú hefur mætt? Þetta er svona eitthvað sem kemur fljótt upp í hugan að mætti náttúrulega Nani núna nokkur sinnum og maður sá alveg svona ekstra gæði í honum sko. Náttúrulega búin að vera í hann ekki Manchester United í hvað mörg ár 100 ára eða eitthvað portugalska landsliðinu og maður sá svona, það er svona fljótt bara sem kom upp í hugan að maður sá bara svona wow, hann er með alvöru gæði sko. Já. Þannig að ég veit ekki hvort sé að gleyma ykkur það er örgulega hann Ágætt sixpack af þeim manni líka. Já, hann er í standi Hvað leiði best og er eitthvað múf sem þú sér eftir? Mér leið best í Rosenborg sennilega mögulega í Norrköping líka en ég held að það sem hafi gest í Norrköping var í 3 ár þannig að ég var svona komið með svona kjarna af vinum og ég sé 100% eftir að hafa farið til Norsjöland það var bara glórulis ákvörðun Af hverju? Sko, ég held bara að þetta hafi verið bara óþarfa skref af því að ég var það ungur, ég var búin að standa mig það vel þarna fyrsta skrefið með Sarpsborg búin að spila rosalega vel með 21 og ferið til Norsjöland og þekkti ekki alveg til einhvern veginn klúbsinn sko og bara engi stuðningsmenn og Óli Kristjáns bara mjög erfiður og þetta var bara virkilega erfiður tími sko. Og ég sá bara mjög mikið eftir þessu sem maður á aldrei að gera sko, af því að það er rosalega gott þegar maður kemst á þann stað í lífinu að maður svona lærði af öllu og ég sem betur fyrir komið þangað sko. En ég var ekki alltaf þar sko. Þannig að ég sá bara mjög mikið eftir því og bara, það var bara, ég veit ekki alveg hvernig þetta endaði að ég var seldur þangað umbóðsmannavesen og já, þú veist, það var bara áhugi hjá fullta liðum og stórum liðum og ég hefði eiginlega bara átt að taka slægin en ég bara kunni þetta ekkert, þú veist, mamma vinnur í bankanum og pabbi vinnur í skólanum og þau gátt ekkert eitthvað leiðbent mér eitthvað hvað ég ætti að gera og ég bara, þú veist, það var bara lélegt mat hjá mér og ég kunni ekki betur á þeim tíma og bara léleg ákvörðun, það var bara eða þannig, já. Það er svo þær? Já. Stærsta lið sem við reynt að fá þig? Já. Það sé ekki svona, ég er að tala um áhuga eða Þú mátt bara velja. Já, leiði bara mata. Sko, þetta er það sem er svo trikki við þetta sko, oft, þú veist, maður veit ekki alveg hversu mikið er til í svona hlutum sko. Þannig að mér finnst Við elskum að færa í stíli hérna mér langar ekki að vera gæinn sem að enda svona ef og hefði sko. Þú mátt segja bara staðfest líka. Já, alltaf hafi ekki verið svona sko þegar ég var samningslaus núna frá Svíþjóð þá bara vissi ég ekki betur en Atlanta á Ítalíu að það væri bara Geðveik tímasetning til að fara í Atalanta. Já, Champa League bara Já og það, ég veit enn þann dag í dag ekki betur en að ég hafi verið bara orðinn eftir einn af einhverjum 2-3 sem voru að velja á milli og ég beið bara alveg fram í lokin með að skrifa undir hjá New York og Werder Bremen líka Já. og þetta er svona og á þessum tíma þegar ég var búinn að standa mig svo vel hjá Sarpsborg að var hellings áhugi sko og bara ég lenti í einhvern tíma að komu 2 hollenskir umbóðsmenn þá voru búin að ferðast á leik og tóku mig bara svona eiginlega föngum líkuði sko og eftir einhvern leikinn þá ætluðu þeir að koma mér á var Heerenveen og Aset Alkmaar sem ætlaði að fá mig og ég var með íslenska umbóðsmenn sem eru held ég ekki umbóðsmenn lengur sko
og ég voru með umboðsmannaskrif sem hér Sportik, ég held þetta sé ekki starfandi lengur ef ég voru alveg hinskilin allavega, þeir mæta bara okkur leik og svo bara koma bara eftir leik bara, já, Tóranesson eitthvað, já, kottu með okkur hérna, út að borða og ég eitthvað, hvað eiga sér staðinn bara eitthvað, nei jú, bara kíkta aðeins með okkur hérna og við förum okkur veitingastaðna og þar eru bara með eitthvað pappíra bara eitthvað skrifa undir hérna og þetta var stór magna sko, ég náttúrulega alveg heimskur sko, vissi ekkert fótboltaheiminn eða neitt sko en já, ég held að mér svo löngsur hvernig endaði þessu þetta endaði þannig að ég hringdi í þá heima Sportik og sagði þeim bara hvað átt sér stað þeir voru náttúrulega bara brjálaðir sko þetta voru 2 hollendingar og ég 100% vissum að örugglega Heerenveen og AZ Alkmaar hafa haft einhvern áhuga sko. En þá ætluðu þeir bara að redda fucking undirskriftinni sama hvernig þeir færa að því og fá mig í þetta fyrirtæki hjá sér sko. Og hafa eflaust séð bara einhverja hæfileika eða eitthvað, haft trú á mér, getur unni með mig lengur og eitthvað svona. Já. Og þá það eflaust mikils virði fyrir þá peningalega og þetta var stór skrítið sko, ég ringdi það það er einhverjir hollenskir uppbúsmenn eitthvað, bara dróðu mig inn á eitthvað veitingastað og skrifuður einhvern samning eitthvað og þeir bara eitthvað, brjálaðir sko það var anskotinn maður, Gummi litli sko, hann vissi ekki neitt sko það var gott pasta. Hvort finnst Gumma litla skemmtilega að syngja eða tralla? Mér er skemmtilega að syngja held ég já, að tralla, ertu að meina þá bara svona eitthvað kassagítar eitthvað svona Nei, trallaði meira Ég býja hérna sko. Já, veist þetta er þetta söngveri sem er settinu sko veist mér finnst sko eru þá að meina að syngja svona meira að vanda sig já svona söngur, þá er ég svona já, ég held sko, mér finnst skemmtilega að syngja mér finnst eiginlega skemmtilega sko ef ég svona næ einhverju kráti sem er svona hlusta og ég er að segja einhverja sögu í einhverju lagi eða syngja eitthvað lag eitthvað. En svo er samt rosa gaman að eitthvað vera í einhverju partí bara eitthvað fíblast sko. Já Heimskulegasta fjárfesting ef einhver yes. Mörg að velja alltaf gaman þegar maður verður þessu sko. ég veist fjárfesting og ekki fjárfesting sko, en shit sko, þarna ég held ég að nefnt aðan með svona shopaholic dæmi sko, ég hef keypt svo mikið af skóm og fötum sem að ég skammast mín svo fyrir þetta því að þetta er í alvörunni hræðilegt sko, bara, svo hef ég bara endað á því og ég var nú búin að vera með kærustinu minni núna í að vera rétt yfir ár og svo hefur látið mig heyra bara þegar við séð fataskápinn og skóskápinn og bara hvað ég sé að pæla sko. og ég var alveg meðvitaður þetta en hún svona ýtti mér yfir strikið að ég fór að svona fatta þetta en veist það, þannig að já ég sem betur fer er ekkert verra heldur en eitthvað þannig sko, ég svona haldi mér alveg frá einhverju spila fíkn og eitthvað þannig sko en það er ángríns, það er bara svona samansafn af skóm og fötum sem er bara glórulust. Ég fór einu sinni og sérstaklega ég flutti í New York sko, það var bara ekkert eðlilega erfitt fyrir mig sko, það var endalaust á búðum og flottum búðum og ég labbaði inn í búð þar, svo fann ég svona eitthvað samfesting sem að einhver hluta vegna mér fannst cool og ég máta hann eitthvað og bara svona, ég tek hann bara. Heru, þessi samfesting, þessi galli, heilgalli, ég veit ekki hvað að kalla það, kostaði eitthvað 85.000 kall og ég hef aldrei farið í hann er svo ljótur og það sem meira, ég held þetta sé á stelpur. En já, ég hef bara verið ekki alveg jafnvægi alltaf þegar ég farið svona eitthvað í ykkur á búðir sko. Það er svona já, þetta er ekki merkilega með það sko. En ég skammast mér samt mjög mikið fyrir það sko. Ok þá eru komin hraðspurningarnar okay. sem að er seinasti liðurinn svo gætu við kannski hendi óvæntan uppkomi hérna í lokin. Já, það væri gaman. Ertu klár hraðspurningar? Hvernig virkaði þetta? Er þetta eitthvað, er það að fara að taka mig alveg á teffið nú? Nei, sko, reglum er einfaldar. Í fyrsta lagi, það er engar, sko, þú ert ekki að standa við neitt sem þú segir. Þetta eru hraðspurningar, það er bara fyrst sem kemur í kollinn, þú ert ekki neitt að hugsa. Okay. Þú getur alltaf skilt þér bak við það. Og við getum svona eitthvað þvegið þetta upp eftir á, eða? Við getum það, við reynum ekki að gera það. Er erfiðar, sko.
En ég að meina, skilur, við getum rætt þetta eftir á. Já, ég er að meina það, sko. Ég ætla að tala um að kött út. Nei, ekki kött út eitthvað, ég var ekki að meina það, sko. Ekki spurning, sko. Ok. Já, þá spyrir ég bara, ertu komin í stellingar? Já, ég held það. Ok. Besti leikmaður sem þú spila með félagslið eða landslið? Shit, ég er ekki góður í þessu. Emre Mór. Uppáhaldsdrykkur? Egils Orka. Skemmtileg. Uppáhaldsstaður í heiminum? Ég var að segja New York. Skemmtilegast að minninga velli? Núna bara þegar við unnum deildina. Fyndnastu vinniðin? Sindri Snær Magnússon. Uppáhaldsmarkaferlinum? Þið neldan í skeitina með Norrköping. Skemmtilegast við fótbollan? Góð laun. Mæk eða Jón Guðbrands? Jón Guðbrands. Aldrei aftur syngja, aldrei aftur tefla. Þessi er auðvöld. Aldrei aftur tefla. Uppáhaldslag? Euphoria. Skemmtilegast að minning utan vallar? Syngja á þjóðatíð. Uppáhaldsmatur? Hangikjöt. Drauma fjölskyldi? Það væri núna að fara í eitthvað good shit lið á Ítalíu. Ertu duglegur að teygja? Nei, ekki nú. Uppáhaldsmark? Uppáhaldsmark? Já. Já, neldan í skeitina, Svíþjóð. Fyrir ekki, besti þjálfari á ferlinum? Það hefur betra að fá versti. Ég er svo neikvæður alltaf út í þjálfarana. Nei, besti þjálfari sem ég hef haft er sennilega ég ætla að fá að segja Brian Dean, Ian Bursnall. Það eru 2 englendingar sem var með í Sarpsborg. Ok, versti þjálfari sem þú har haft? Óli Kristjáns. Raggi Síða Karotna? Raggi Sig. Eina manneskja, ef maður taka eina manneskju með reyði í mánuð? Kærasta. Já, viltu ekki vera sendur í huldu? Uppáhalds fatamerki? Uppáhalds fatamerki, það er sennilega, ég held ég verið að segja Ludu, skemmtilegt. Uppáhalds skór? Púf. Ég myndi segja Vans, já, ansi marga Vans. Uppáhalds taflmaður? Ég þekki bara eitt, það er Magnús Carlsen. Já, sorry, á borði. Á borði? Já, Af að kölla. Hrókurinn. Það er Hrókurinn. Já. Hrókur alls vagnar. Það er rétt. Herru, hvað stakk út af það? Sko, ég var ánægður með Óla Krí. Já. Ég heyrði skemmtilega sögu með Óla Krí reyndar daginn, með Viggo sem stóð svo vel daginn. Já. Hann var að spila meistaraflokksleik með Breiðablik og síðan er hann eitthvað fyrir fram markið og þetta er blanda meistaraflokki og U21 með eitthvað, öðrum flokki. Já. Og hann reynir eitthvað trikk svo hann tekin út af þetta þegar hann klikkar á færina, þegar hann var að reyna að gera eitthvað sem hann reyði ekki við eitthvað. Reymar þessu skóna og segi, ég kem aldrei aftur. Og byrjaði sem bara að handbolta, setti markamynd í Ólis hérna í fyrstdeildinni sem verður aldrei sleið, grill. Mætti bara í Ólis og síðan farin út og núna bara kóngurinn í landsliðinu. En byrju af hverju reymar hann? Óla Krí, hvað er hart? Já. En byrju af hverju reymar hann á sér skóna og bara alltaf aldrei að mæta aftur? Bara tekin út af einhverju blöndu af, þessi gæi ætlaði bara held ég að atvinnumennskuna og var rúglega, það er það sem ég get með tilum. En ef við förum aðeins yfir hraðspurningarnar, Birgir, þú kannski, eða þið pikkið í þetta, ég var svo upptekið við að leysa þetta upp hana. Já, hvað sagði ég? Mér fannst þetta bara nokkuð vel sloppið, sko. Já, ég bara reyndi eins og ég segi, bara tæmaði hausinn og svara. Ég átti erfitt með besta þjálfara, ég hef alveg verið með marga góða, sko. Og þú veist, já. Besti landsþjálfari? Ég er alltaf bara Arnar Þór, skilur, ég hef ekki kynnst neinum öðrum eitthvað. Nei. Á hverju ráði? Þú ert framan á þeim vagni, Arnar Þór. Já, algjörlega. Og ég er bara rútubísanum, sko. Já, ég meina, það er búið eitthvað gagnrýni á hann, hvaða stöðu er hann að taka við hérna? Þetta er bara fáránlega erfitt jobb, hvað... Ég veit það ekki. En rosalega auðvelt samt að fela sig að bak við, Já, en ég meina, hann er bara búið til nýtt lið. Já, en auðvitað ég líka er ánægður að hann hefur trú á mér og spila mér, þannig að sjálfsög, svona er það bara, þá ég er bara hans maður, skilur, mér finnst hann bara
vera að taka við fárlega erfið stöðu og mér finnst það vera að gera vel, mér finnst það að vera að bæta okkur, mér finnst Eiður Smári líka standa sig mjög vel í sínu sem að hann var að gera, þú veist, og ég veit það ekki, þú veist, ég sé þetta bara eins og ég sé þetta og ég verð bara, en auðvitað er ég ekki með ykkar augu, skilur, eitthvað svona aðeins utanafrá og auðvitað segi ég, þú veist, sem hefur haft aldrei fengið eitthvað sjens í hérna landsliðinu, þá er ég auðvitað ánægður að hann hefur trúið mér og skilur, þú veist, þannig að já, ég er þar, sko. En Leifur, ég veit ekki hvort ég sjá eftir þessum Óla Kri, þú veist, mér nei, bara þú þarft ekki að gera það. Leifur, þú ert með, þú heldur á vopni? Já, ég hef opnaðir. Áður en við, hérna, við ætlum að enda á lagið, ekki? Ég hef ekki gert það. Það var ekki geðveikt. En áður en við komum á laginu, þá langar mér bara að þakka öllum sem eru búin að hlusta og horfa. Og sjálfsögður Hreyfli, AHA, Kölska, Kemi, Payday, Loop, Dominos, Barjón, Mosó og Messanum. Já. Og þér að sjálfsögðu Guðmundur Þórarinsson. Þetta er búin að vera ekkert smá gaman, maður. Þetta var geggjað, sko. Ég held ég sé búin að ná að vera svona bara nokkuð heiðalegur og Já, búin að standa það frábælega, sko. Þetta er bara, ég held ekki að sagt það strax, þetta er einn af mínum allra uppáhaldsþáttum. búin að vera með nokkra sleggjur. Já, ég veit það ekki, þarf ég ekki gítarnögl. Jú, er ein þarna á, já, nei. Svo ég ætla að taka það fram líka, ég er ekki hljóðtæknifræðingur, sko. Ég veit ekkert hvernig þessi hljóðtæka mun ganga, en við reynum þetta. Já, bara heimilislegt. Jú. Hvað vil ég heyra? Vil ég vera sumargleðina eða? Nei, þú mátt bara Ég veit ekki alveg, sko. Þú veist hvað Þú mátt bara, Þetta er náttúrulega fyrsta lagi sem ég gaf út, sko. Já, komdu með þeim bara. Hey, ég horf á þig og ég sé þig glansa. Vil vera þér við hlið, fá þig til að dansa. Ég fikra mig aðeins nær, en ég þori meira. Ég veit þú yrðir mér svo kær, já það máttu heyra. Svo ég býð þér í dans, svo kynnst við aðeins betur og við munum sjá hvað setur. En ég held þú veitir hvernig þetta fer. Veistu ekki hvað ég meina, það er í góðu lagi að reyna. Og við rúndum saman sólríkan Laugavegur. Og ég er alveg bálskotin í þér. Og ég er alveg Þetta er geðveikt. Heyrðu, Negla. takk hérlega fyrir okkur. Peace.